verið velkomin aftur þá í útsendingu hjá Ljósleiðaradeildinni. Það Bakkus á móti Sögu í kvöld og ég fæ aftur Árna til mín. Leflöf, blessaður og sæll. Góða kvöldi. Maður auðvitað back by unpopular demand. Nú, akkur segir það? Unpopular demand? Popular demand. Mér finnst náttúrulega bara geggja að fá einhverja á móti mér sem að actually vita eitthvað Counter-Strike-senuna frá A til Ö og þú ert klárlega einn af þeim og þannig að ég eiginlega svona, mér líður betur vitum það að þú kemur á móti mér þannig að alltaf þetta kasta svona geggjum spurningu. Ég er ekki búin að láta þig friði síðan að við mættum í húsheild. Það þarf eitthvað að bjarga mér sko. Já, það málið. En já, ég var að segja liðinu sem við fáum í kvöld, það Bakkus á móti Sögu. Við vorum að tala aðeins hérna fyrir áður en að við fórum live að þessi lið, sko, við erum óbeint konum með prediction, en ég eiginlega sagði það áður en að ég kíkti á stigatöfluna því að komið svolítið óvart. Þessi lið, það er smá munur á þeim svona pappír, en þau eru samt við hliðina hvort öðru þegar við horfum á stigatöfluna. Þau eru með þarna bæði held ég sigur eða eitt mapp, sjáum það hérna fyrir framan okkur akkurat. Saga í 5. sæti eins og staðan hálfa leið inn í, fyrir allavega kvöldið í kvöld, en hálfa leiðin í afsakið seasonið, en svo Bakkus eru bara beint þar á eftir og ég meina hún líka bara á round loss differenceið, það ekkert svo mikið heldur, plus mínus 29 og mínus 24. Já. Þannig að þau ekkert, Bakkus ekkert búin að standa sig verr en Saga. Nei, en þessi bæði lið hafi í raun átt mjög erfitt tímabil því að sko Bakkus, eins og ég nefndi áðan, að þeir hafa í raun verið með 3 mismunandi fifths, þú veist, þeir hafa verið með þeir eru með Elis Thor og þeir eru með eru búin að vera að spila með Blaster og man ekki alveg hver hinn var. Og Saga sömuleiðis, ég meina þeir byrjuðu með honum Mjása, hann komið með eitthvað nýtt nafn. Ég svo lélegur með nöfn sko. Þeir byrjuðu tímabilið með honum áður en þeir skiptu svo yfir í Bitni seinna meir og ég meina ef maður horfir á hvernig Sögu gekk á Skjálta það getur ekki verið að þessi gæjar séu bara 1 sigur í deildinni. Nei, það nefnilega nákvæmlega sem vorum að segja áðan. Ég meina Saga spilaði á móti Dusty í úrslitunum á Skjálta og það var mapp sem þau tóku af þeim, ekki bara það reyndar fór í overtime og var alveg smá svona slagur sem þau þurfti að sína. Já, 13-11 þannig í lokinn sko. Já, akkurat, en það komið samt ekkert á óvart svona þegar maður horfði á þá að þeir væru á toppnum, þeir spiluðu eins og þeir ættu heima í úrslitunum. En við höfum ekki fengið að sjá nákvæmlega sömu söguna, pun intended, hér í Ljósleiðaradeildinni. Því að þeir eru eins og segir bara með 1 sigur en 1 mapp á sér, það rétt hjá mér? Býtu, ég að rugla núna? 1 mapp. Saga, fengu 1 mapp og Bakkus líka með 1 mapp, eða ekki rétt hjá mér? Bakkus eru með, þeir unnu þetta 1 leik, 2-0 og eru ekki búin að vinna mapp þar fyrir utan. Ég veit ekki alveg með Sögu. Nei, eitthvað held ég hefði gert mér heimild þetta áðan, en Saga, Saga eru bara búin að vinna 1 mapp líka og það var á móti Nesta, eða ekki? Ég held það. Ég kannski... Ég ekki alveg með það 100%, sko, en það verður áhugavert að sjá sko núna að því að þetta ætti í raun að vera line-upin sem að þeir ætla að klára tímabilið með. Þú veist, núna erum við komnir á svona stabílan stað, þannig að núna komin tíminn til þess að meika upp fyrir hennan slæma fyrri hálfleik tímabilsins og þetta líka, núna eru heavy hitterinn sem maður þekkir í gegnum seinust tímabil, það eru gæðinni sem eru að fara mætin á server. Einmitt. Ég bara taka það fram þarna til að leiðrétta okkur sjálfa, þeir eru bæði liðin með 1 sigur, ekki 1 mapp. Þá sjáum við 2 stig sem að fylgir því, tók með smá tíma, við erum ekki að horfa á challenge mode hér, en þetta eru challenge mode Stín, en Þór, svo Vega, KPI og Dusty, þetta eru liðin sem eru á toppnum núna halva leiðina inn. Saga og Bakkus eru að fara að mætast núna í kvöld og annarkvort liði fær að, bara liði sem vinnur fær 5. sæti, það bara þannig og á þá allavega séns á að koma sér í topp 4, jafnvel alla leið, en það er svolítið langt að segja það. Já, allavega tækifærunum fyrir vinkandi. Já,
En ég veit ekki hvort ég getur fengið bara line-upin og svona skoðið yfir þau að því hún nefndir að line-upin hafa ekki alltaf verið eins. Þau hafa fengið að þeir hafa mikið verið að chippa inn nýja og nýja leikmenn til sín út af því að þeir, hvað er það bara út af mannabreitingum eða er þetta bara út af því að substitutes vantar? Þetta er virkilega bara, ég veit ekki, menn hafa ekki tíma að missa úr, það er þetta þú, sérstaklega þú ert í útsendingu mikið, þá ert ekkert, þú getur ekkert fært leikina þína, þannig að stundum kemur þetta bara illa, sko. Það þarf að hitta á hjá 10 leikmönnum á Íslandi, að geta spilað sama kvöld og sama tíma, maður skilur þetta, auðvitað gerum við alltaf sveigjanleika fyrir alla, en þeir líka fyrir okkur að geta spilað þetta í kvöld, þannig að þökkum það. En við fáum bara kannski til að byrja með sögu upp. Við vitum að Saga, eins og ég segi, eru topplið á Íslandi þó þeir hafi ekki sýnt það núna í ljósleira deildinni. En þetta er line-upið í kvöld og það er engin breyting hérna þá nokkuð. Þetta er bara skjálta line-upið. Yes, og enda betra, skjálta line-upið þannig að þeir ættu þá að geta sýnt sömu frammistöðu og verið hérna bara sigurliðið í kvöld. Ég ætla að segja að þetta verði 2-1. Já. Ég ætla ekki að velja lið. Ég þóriði ekki. Ég þóriði bara ekki. Og ætlar að koma með prediction mínus predictioni. Sko, ég veit ekki að Bakkus, ég hef ekki lent á mörgum Bakkus-leikjum, þannig að ég veit minnum þá. Einungis líka bara út af því að Saga voru svo mikið í umræðinni líka út að skjálta. Komast þarna í toppinn og bara ég er búinn að lýsa fleiri leikjum með þeim. Þannig að ég veit svona meira hvað á að búast við frá þeim og líka kannski bara hvað getur gerst ekki góður hlutir, það getur komið fyrir að sé svona að virðist eins og þeir séu ekki alltaf á sömu blaðsíðunni. Já, en þeir líka hafa kannski ekkert spilað það mikið og það er eitthvað sem að sést, þannig að þeir eru alveg ógeðslega góðir þegar það kemur að því, en þeir ná kannski ekki að halda því í gegnum heilt tímabil. En svo líka þegar Birnir kemur inn í staðinn fyrir Mjása, ég meina að það er 2000 íló þar á milli, sko. Ég held að það sé 1400 íló versus 3 og 4, sko. Er þá hver er það þá sem er betri? Birnir með 3 og 4, ég held að hann sé ennþá í topp 5 á Íslandi á Faceit. Held ég. Það er svolítið síðan að ég kíkti seinast á listan, sko. Ég held ég hafi aldrei kíkt á listan. Það var reynskilin. Ég held ég hafi einhvern mann rétt svo slefaði 10 áður. Já. Það eru svo sem kannski ekkert eitthvað ógeðslega margir sem er eitthvað endilega að grænda í listan, þannig að kannski ekkert fully representative, en já, ég vildi bara nefna það að ég meina upgrade fyrir Sögu, Birnir inn í eitthvað lið eru þetta alltaf upgrade. Já. Ég held að hann sé örugglega einn besti riffill Íslands. Já, hann hefur alltaf verið til staðar einhvern veginn og á háu leveli og meira segja frá því að ég byrjaði að lýsa leikjum og gæti ekki einu sinni borið nafnið hans rétt. En búinn að læra því, tók ég ekki nema 10 ár. En við kannski förum þá yfir í hitt line-upið sem að þarf að sýna sig í kvöld og það er Bakkus. Bakkus eru á pappír lélegra liðið. Mér langar bara að segja ekki jafn gott lið. Við erum nú í úrvalsdeildinni hérna. En það er Blaster, Senni, Ofvirkur, Johnny og No-Brain sem er bara nýja nafnið er Hyperactive, rétti mér. Og núna var ég að fatta þriðja nafnið sem ég man ekki áðan, það er Johnny. Johnny er líka búinn að vera þessi rotating fifth hjá þeim. Hefur hann alltaf heitað Johnny? Já, ætli það ekki. Þetta er ekki nýr leikmaður eða? Ég nefnilega kannast ekki við nafnið og ég vona að hann sé ekki búinn að vera í senunni of lengi. Ég held að hann sé nýlegur, sko, en ég hef spilað alveg nokkuð með honum á Faceit, hann spilar til dæmis oft með Half Detonate. Þú þekkir leikmanninn allavega? Já, en ég veit ekki til þess að hann hafi eitthvað verið að keppa, sko. Ef svo er, þá hefur það verið í einhverjum neðri deildum, sko. Þetta er svolítið svart og hvítt einmitt, við erum alltaf að tala Faceit-leiki eða Faceit-leiki bara online-leikir og svo tölum við leiki sem eru meira svona team-oriented, þú veist, sem þú ert að spila með liðinin og það er kannski meira undir, þetta er ekki bara fá okkur gósglas og setjast í tölvuna og sunnudagskvöldið eitthvað svoleiðis. Þetta er aðeins meira undir og menn eru í svona keppnisskapi, ég meina við höfum séð að margir eru að fara bara í treyjur til að bara koma sér í svona spirit, sko. Mér finnst það geggjað, sko. En Johnny, það sem ég er að segja er að hann, þó hann sé góður leikmaður, þá þarf hann kannski að sanna sig hér líka. Já, svo sem. En ef það er eitthvað line-up þar sem að þú
þarf kannski ekkert eitthvað að pæla það mikið í því, þá er það ef það ofvirkur í því, sko. Já. Þú þarft ekki að hafa áhyggjur. Athygli verður aldrei á Johnny, ofvirkur eða no brain. Já, akkurat. Og svo Blastir og Senni, já, þetta eru hinir tveir klettarnir og þetta eru nöfn sem maður þekkir lengi. Já. En nú er ég að spá, hver af þessum leikmönnum er vappinn hjá þeim? Það hlýtur að vera ofvirkur. Það hlýtur bara að vera. Já. Þú veist, ég hefði sagt það, en svo má vel vera að hann hafi bara ákveðið bara, nei, ekki í dag. En mér myndi nefnilega að Hyperactive var líka þar. Nei, sko Senni er akkeri spilari, svo ert með ofvirk á vappanum, svo ert með no brain, þú veist, hann er þekktur fyrir að vera hana úti í reyn í njúkinu, sko. Já. Svo ert með Blastir og Johnny býstu við sem rotating rifflana þar fyrir utan. Blastir auðvitað, ég held að hann þekki ekki til þess að hann hafi verið eitthvað annað heldur en rotate svo lengi sem ég man, sko. Það er nefnilega það, ég vildi óska þess að ég hefði betri stöðunar á þessu en ég þarf bara sjá fleiri leiki til að hafa það á huga. Við allavega höfum eitt, það er vítaspyrnan og hún er að fara að byrja hérna hjá okkur. Ég má ekki kalla það vítaspyrnan. Ég meina eitthvað, sko, möppin. Ertu með einhverja hugmynd á hvernig möppin enda? Sko, bæði lið vilja spila njúk. Og ég held að Bakkus byrji vítóið sem að því að Bakkus hafa svolítið val að hvort að þeir pikki njúk, ef að þeir pikka ekki njúk, líklegast þess að fara að pikka njúk. Það fær að fara inn allavega, ef að þeir banna það ekki og þeir banna það ekki. Og þetta stór veikleiki hjá Sögu er Mirage, þú veist, við sjáum það til þessi seinustu vika á móti Þór, ég held að Saga, sko, þeir óska til guðs að það verði ekki pikkað Mirage á móti þeim. Ég ætlaði einmitt að segja, er það þá ekki bara garantít bann sérstaklega? Áhugavert. Ég held samt að því að þú ert á móti liði eins og segir sem að kannski er ekki meira, en þú veist, það var allir spila Mirage frá þeir byrju að spila leikinn. En þeir fá þetta svolítið frítt, af því að þeir eru vanlega, first banna er vanlega Ancient og second banna Mirage. Okay. En núna eru Bakkus að, eða þú veist, insta banna Ancient fyrir þá, þannig að þeir fá frítt bann þannig séð og Mirage fyrir ekki í gegn. Train allavega kemur næst, það er Bakkus sem að pikka það og Saga ætla bara beint að pikka nú. Ég held kannski að nú fengi að fara í þriðja en þeir ætla að geta sensin á því að það verði bannað. Dust 2 örugglega last. Heldur það? Já. Með Dust 2 og hvað? Overpass, já. Áhugavert. Já. Ég hefði svona fyrirfram það hefði ég svissað Train og Dust 2 í predictioni. Ok. En ég held að það skipti ekkert máli fyrir Bakkus hvort þeir pikka. Ég meina ef þeir eiga séns á Train þá eiga þeir séns á Dust 2 og öfugt. Þannig að hvort þeir byrja á Train eða Dust 2 það skiptir kannski ekki. Þannig að þeir þurfa eiginlega að vinna fyrsta mappið ef þeir ætla að draga þetta út. Er það ekki hægt að segja það? Saga á bara að vinna núkið? Saga ætti alltaf að vinna njúk. Er það ekki? Jó, en Bakkus þeir eru ekkert nýjir á njúk og þeir hafa það sko bakvið sitt núna að því að þeir neyða Sögu í að pikka njúkið þá er Saga að byrja terr. Svo sem, já. En maður hefur líka séð það að ég meina þú byrja terr í njúk og þú fær 9 ránd þannig að hver veit hvernig það er nú til dag sko, þetta gæti verið bara steamroll byrjun og þannig sko en þetta er alveg vel sett upp hjá Bakkus þetta vídeó og þetta gefur þeim mögulega svona stæðsta möguleikan í Sögu í þessum leik. Já, þessu uppsetning sko. Þeir þurfa að byrja á milljón. Já. Þeir þurfa að byrja á milljón og er það ekki bara fínt mapp til að gera það í sem er Train? Jú. Ég segi það aðalega út af því að sérstaklega terr sko, þeir munu að byrja terr í Train. Þú veist, ef þeir ná að steamrolla fyrirháleik sem terr og vinna Train þú veist, út frá því og koma svo inn í njúkið og ná að halda niðri terrsætinu hjá Sögu og leifir þeim ekki að steamrolla, þá er það kannski komin í 8-4 hálfleik þegar þú skiptir yfir á terr og þá er þetta bara byllandi möguleiki sko. Þetta er rosalega erfitt út af því að þeir þurfa einhvern veginn bæði að taka spretthlaup og marathon. Einhvern veginn ef þeir ætla að fara með þetta fram hjá núkinu, ég meina svo náttúrulega, ég ætla ekki að taka að þeir geta alveg tekið núki eins og sagt, spila líka núk sko. Og ég meina ennþá betra að þeir eru konið með momentum líka. Já, og njúk, ég meina, þú veist, Bakkus á njúk, ok, svo, maður segir kannski Bakkus en maður er í raun að tala kjarnan sem er ofvirkur og hyperactive. Já. En ofvirkur og hyperactive, það var alltaf þriðja mannin í kjarnan. En já, þú veist, þessi gæjar, þeir hafa verið að spila njúk örugglega lengur en ég hef verið að spila sé, sko. Þeir eru basically 3 menn, 2 saman. það þarf ekki meira, sko. En já, nákvæmlega, þú veist, þeir eru búin að vera hérna lengi og þú veist, þetta er bara
train, ég menna þetta ekkert nýtt mapp fyrir þeim þó að þetta sé ný útfærsla af því, en Ég veit ekki, það svo mikið öðruvísi þetta mark, sko. það það? Það ég var að horfa á streymi daginn og þeir nefndu mjög góðan hlut hvernig maður getur hugsað nýja train. Ok. Það eins og Valve tók í burtu alla langa angles og skildi eingöngu eftir þessa stuttu. Ég meina, ef þú ferð út, Já, þú ert í raun aldrei að taka, þú veist, út tvistinn á grænulestina eða kannski svona lengsta sem þú ert, en það engin annar, ég meina, það engin lína inn í tengið. Þú ert nei, stoppstæð já, ég hafði reyndar aldrei spáð í því, bara að vera búinn að missa sálínu, Já, sem að var oftast bara Dust 2 hurðapikk, skilur, Já, það var bara þetta fæt á milli tveggja liða. það akkurat það sem að stoppa þig frá því að komast hratt út, til dæmis, úr tvisti. Akkurat, þannig að núna hefur búið að taka í burtu svona helstu línunar sem að hægðu niður í leiknum, en allt í niður þetta mun hraðar, sko. Ég trú ekki að ég hafi ekki spáð í því. Ég horfði nefnilega alltaf á þetta, sko, að mér fannst það bara erfitt sem setjumæður líka, skilur. Já. Út af því að þó þú haldir línunni, það koma 2 stökkvandi út, skilur. En þú allavega, þú veist, einn þurfti að fórna sér. Þá núna bara 1 leikmaður. Þú nærið hinum, eða skoðu vappi allavega. Já. En já, lestin, þú veist, það bara 1 lest þarna núna, ekki 3. Já, eins og akkurat. maður bjóst við, eða var vanur, segi ég. En ok, þá held ég að Bakkus geta þeir unni train. Já, ég meina, ég held að Saga sé ekkert mikið að spila train, þannig að Saga stóla svolítið meira á bara að hluti fari vel og þeir hitti skotum, sko. Og ég meina, jú, ef að taktikinn fer Bakkusi vel og ég veit ekki, Vissard kannski með hægan leik eða Birnir fær ekki nógu mikið aksjón, þá kannski steamrollar þetta fram úr þeim mjög hratt, sko. Já. Og það er alveg möguleiki, maður sá það bara í seinustu viku Saga á móti Þór. Ég meina, Já. ég held að leið og leikurinn fer illa hjá Sögu, það er svolítið erfiðara fyrir þá að komast aftur inn, sko. Já, virðist vanta auka gír einhvern veginn, eða svona kannski fara í annan gír til að koma sér aftur á sinn stað. En þeir eru rosalega góðir, hefur maður tekið eftir að þeir fá þetta momentum að þá fara á því, sko. Leið og þeir fá confidence, þá það fátt sem að getur stoppað á, sko. Þess vegna kannski segi ég það sem ég að tala með Bakkus, þeir þurfa svolítið að fara hratt inn í þessu leikjasöru út af því að þú vilt ekki tapa fyrsta mappinu, eiga núna núk eftir á móti confident Sögu. Já. Það er eiginlega bara svona worst case scenario. Það er svolítið erfitt, sko. Já. En ok, svona þá vitum við svona gróflega bæði liðin, en við kannski fáum aftur upp Sögu line-upið, út af því að við fórum meira yfir hvaða position hver væri með hér hjá Bakkus. Þannig að ef hann hendur okkur upp, þá við erum búin að tala um þetta, ADHD, hann er vappinn og hann er svona að stýra þessu líka. Já. En Birnir, þú talar um að hann er riffillinn, hann er þessi hardcore riffill, en hvaða ról spilar hann mest? Er hann rotator, er hann akkeri, er eitthvað svona... Sko, hann þykist vera svona mjög adaptive gæi, Okay. og þegar ég var með honum í liði þá var hann alveg, já, ég skal alveg akkera, þú veist, það er ekkert mál. Það er mál. Þessi gæi ætti að vera rotate og hann ætti eiginlega ekki að vera neitt annað. Jæja. Því að ég meina, þú veist, þegar þú hugsaður Birnir og hugsaður ískuspilarinn sem að rotata niður vendi í njúkinu, skilur, það er þessi gæi, sko. Ok. Hann er fljótur að gera svona judgmental, bara lesa leikinn kannski fyrir sig sjálfan þá. Já, og hann var eitthvað að reyna að fá það í gegn að vera eitthvað akkeri á Mirage. Setja kjur. Með eitthvað mikið að línum og lítil hreyfing. Það er ekki fræðilegur, sko. Nei, þetta er svona eins og að segja pandas að setja kjur og halda línu. Það er bara, sumt á bara ekkert að gera. Þó að mennirnir hafa sínar eigin hugmyndir, þá er maður alltaf sem svona liðsheild og þarf maður að finna hæðustu prósentunar í öllum líka. Já. En ok, Vissard, Dom og Skún, 1-3 afsakið sem við erum ekki búin að renna yfir. Vissard. Já. Dom er auðvitað akkeri spilari. Já. Og sko, Vissard er eiginlega bara spilari, sko. Já, hann er bara fill in the blanks. Já, hann, eitt rándi þá er hann kannski eitthvað einn og yfirgefinn, eitthvað akkerislegt og annar rándi er hann fremstur, sko. Það er ekkert... Já, ok. Hann svona mæti bara eins og þetta séu face-it leikur og spilar þannig, sko. Hann er það sem að Birnir getur ekki verið og það er hybrid. Já. Nefn á face-it, en ok, geggjað, Vissard, Dom og svo Skún þá síðasti leikmaðurinn. Ég held að ég sé að senda Skún bara mikið inn fyrstan, sko. Er hann þá þessi entry fragger bara almennt eða?
já, entry fragger eða fórnalamb, ég veit ekki hvor maður Fórnalamb, já, ætti hvernig átt að kalla þetta, einmitt, bara eftir hvernig það gengur. Já, akkurat, fyrir eftir hvort að confident saga eða ekki, sko. Einmitt, ok. Þá, já, sko, enn og aftur, þetta er liðið sem að mætti á Skjálfta á móti Dusty í úrslitunum og þeir spiluðu vel fyrsta leik eða ekki? Þeir fóru með þetta nú þú ekki að segja, núkleikurinn allavega, Já, fór í overtime. Þeir vinna njúkið. Þeir vinna njúkið en það fór í overtime. Það þurfti overtime til þess. 14-16 fyrir Sögu ef ég mann rétt. En það var ekki auðveldur bardagi en út frá því þá komist þeir í Inferno. Og þar fór það í, minnum ég, eins og sagði, 13-11. Það var alveg að gerist, já. Já, þeir eiginlega köstuðu frá sér svona 2 rándum undir lokin, sko. Já, alveg rétt. Þannig að ef þeir hefði ekki gert, þú veist, ef í CS eitthvað, en ef þeir hefði ekki gert það, þá hefðu þeir örugglega unnið leikinn eða allan að farið í overtime aftur, sko. En það var akkurat held ég hvort það hafi verið train pick hjá Dusty sem að fór mjög one-sided. Já, þetta byrjaði svona, ok, maður bjóst við þessu. Svo kom þarna 16, þeir meira segja held ég byrja í núk, fara í overtime þar, svo tekur Dusty Brút tapa aftur. Já, þarna var þetta, já. Og svo þá svona, ok, Dusty er komin aftur, en svo út af því að þeir gáðu sér fyrsta mappi, þá gátu þeir unnið seríuna. Já, þetta gleymist, ég held að Saga hafi verið 8-4 yfir í hálfleik í Inferno. Já, reyndar, byrjuðu líka mjög vel þar og það er kannilega... Svo fer það eins og það fer, sko. Þetta er þá bara þeman í kvöld, það er komið forskotið, ekki gefa það. Já. Sjáum hvort við fáum það allavega, ég held að leikurinn sé að nálgast í að vera tilbúinn, heyri ég 10 sekundur í eyrað á mér, þannig að ég ætla bara að gefa honum engan sens á að fara í burtu. 10 sek, þá getur við fyrir í pistólið, þannig að hvernig skiptir pistólið miklu máli í þessu mappi, Train? Já, fyrir þessa gæja. Ég meina, ekki að djóka. Þetta er alveg momentum-based lið bæði tvö, sko. Þú veist, um leið og Bakkus eru byrjaðir að öskra, þá verða þær bara betri og alveg eins og Sögu, sko. Ég er nefnilega alveg til í að sjá þetta, sko. Þannig að við allavega förum hérna strax út 5-una. Það eru 3 leikmenn þar sem að falla niður og eru komnir með sæti. Nógu mikið til að þeir ættu að geta planta. Fara tilbaka, býttu! Þeir draga alla þetta mesta snildarstratt sem ég hef séð hingað til. En rotatið er komið og hugmyndin var góð, executið ekki svo vel. Nei, þetta er klassik ADHD-stratt. Ég held að þetta hefði kannski virkað eða ná Wizard hraðar. Ég held að hann hefði verið að fæta hana bak við bombulestina. En hann lifir bara, heyrir þeim öllum fara upp fjarka og hann bara kallar rótiti. Nákvæmlega. Ég meina að þetta er trein, það tekur 2 sekundur að fara úr tengi, sko. Þetta er eitt af þessu strötti þar sem við værum að segja ADHD, þú ert snillingur ef þetta virkar. Ef þetta virkar. En lítur ekki eins vel út ef svo ekki er. En já, ég meina þetta á pistólið, þeir byrja ekki sterkir. Það er geggjað að taka ADHD pistól á móti ADHD, sko. Það er málið. ADHD allavega tekur ofvirk út þannig að þeir byrja betur þetta ránd og meira segja ég segja þarna öðru dingi en þá er bara rigning á hann. Wizard í mjög góðri stöðu á sem Birni sem er að hjálpa honum á hinum endunum, þannig að nú blastir einn eftir með tekkuna og sennilega bara át Wizards klárar hann. Þannig að þá er 2-0 fyrir Sögu og Bakkus fara í fyrsta kaupið núna eða forsuðir niður, þeir forsuðu smá. Þeir eru í öðru spari eða öðrum pislum. Okay. Áhugavert að ég segi núna sama og ég hef alltaf sagt þegar ég er að kasta svona treinleikir, ég er ekki alveg nógu mikið inn í nýja mappinu. Nei. En það er alveg svolítið furðulegt að finnst mér kaupa inn í second round þar sem ég fékkst ekki plant. Já. En hvað veit ég er ekki viss. Kannski er það stratt. Þetta er bara, þetta sem ég segi alltaf, mér finnst mappið bara ekki vera nógu lengi úti til að við getum tekið of greindarlega decisions. Það er eitthvað, við höfum séð þetta, mörg möpp, það kemur eitthvað eftir 10 ár, var þetta alltaf hægt? Þannig að ég held að við eigum eftir að sjá miklu meira úr treinútfærslunni sem við erum með núna. Allavega erum við flotta útfærslu hér fyrir framan okkur, hún lítur allavega vel út.
rigningin geggjur. Já, rigningin geggjuð. Það ekki hægt að segja að visuálarnir í síðast tveim séu ekki ógeðslega fallegir, sko. Nei, eins mikið og við getum kvartað út af öllu í síðast og held ég að enginn hafi sett neitt út af þetta. Það væri bara betra ef að grafíkin myndi ekki láta mig vera með minna en 100 FPS, en það svo... Reynir þetta samt það mikið á það? Já, það alveg, ég held að það sé einhverju einn örgjafi sem að höndar leikinn, almennilega. Jú, já, en það samt ekki allur leikurinn? Ég held að það náttúrulega þessi AMD örgjafi, herri, þetta nú eitthvað að fara... Það þessi 3X þannig. Akkurat. Nei, herðu. Ég ætla að segja að þetta ætti nú bara að klína upp en áfyrkum með risastór skot á skún. Þetta var einmitt svona, ok, síðan þeir að klára þetta, en svo allt í einu þeir bara þroskir og þá halda þessu áfram. Johnny núna 1 eftir á 2. Það ekkert ólíklegt, en hann með bombina og minni tíma og hinni geta verið hvar sem er. Hann hefur hugmyndi því lengur sem að tíminn dregst því minni hugmynd. Hann þarf að taka einhverja ákvörðun og hefur ekki mikið tími það. Hann finnur allan að bestu ákvörðuna sem hann getur tekið og það er bara tengi. Þetta er auðvitað gefur honum bombuna og þá setur hann timer á setjana og þeir vita í raun ekki hvar hann er. Bomban fara bara niður og það er bara kostur in its own miðað við pinningin og miðað við aðstæður. En 1 og 2 núna og nú er pressan hinum megin, þannig að hann getur alveg gert þetta. Mjög vinnanlegt. Þeir eru líka 1 og 1. Klerar þetta á síðustu sekundu, leit ekki út fyrir það en Adjáti veit betur, bomban verður deffuð og ekkert mál. En það er peningur hjá Bakkus núna, þannig að þeir geta keypt en þeir þurfa eitthvað að breyta í ströttunum eða kannski spila hægar, eitthvað, já það ekki bara. Skoða svona, ég myndi ekki þóra að hoppa út núna á móti sögu, sko. Nei, ég myndi nú bara ekki þóra því almennt held ég, en þeir áttu gott rándana í Ivy í second roundinu, þannig að spurning hvort það er horfi á það ránd sem eitthvað svona, heyrðu, við getum kannski að bjúsa þetta eitthvað. Í ljós, smókurinn er djúpur hérna hjá Bakkus, lokar á milli, samlokulest og grænu. Nei, það er bara dýpur ránd. Spila rólega þannig að við sjáum menn reyna að pikka, það er no-brain hér fyrir frá nokkur. Saga aggressífir samt, þeir eru alveg 3 framlegir úti. Bakveg hennar smók, ég veit ekki hvort að ég tók þetta á spawn eða það er. Tjenni með gott reit en fellur leið. Á réttu stað og refsar skún þarna þegar hann reynir að fara sér framalega að kompunni. Nú 3 og 3 og þetta er yfirleitt betra fyrir, já því færri sem þið eruð samt jafnir að þá er betra að vera tísat, það ekki? Já, en ef það er eitthvað map sem er kannski ekkert eitthvað það mikið advantage þá er það train. Stutt á milli rotate. Stutt á milli rotate og þú þarft ekki þannig síðan að hard ákveði að halda einhverju einu angli af því að þú getur verið á bombulestinu og þú sérði í raun Ivy og twist, sko. En þeir eru líka að gefa þeim ekkert smá mikið pláss, ég meina annar maður komin inn, þeir eru að hleypa þeim út allt á A-inu. ADHD líka í stór hættu hérna ef að Blaster nær þessu killi á ADHD sem hann býst líklegast ekkert við honum, hann er örugglega að horfa út. Fangul og flott áfangularna hjá ADHD að nær einum, nær smáskaða, meira verður ekki. En 25 sekundur og býttu, já það er rétt, no-brain finnur þarna Dom í rotatinu, það er bara Wizard núna 1 eftir á 2 og allt inni er þetta bara mögulega Bakkus að fara að sækja fyrsta róndið sitt. Smókin líka nýkominn, það er alveg 10 sem því að Wizard geti farið hérna út. Það er spurning hvort hann jáfnvel reyni í þetta, hann ætlar að labba í gegnum smókinu, það eru 2 gæjar reiðubúnir hægra megin við hann. Nær spott á fyrsta, það aldrei við hinum. Gott ránd hjá Bakkus, ég meina þetta er akkurat það sem maður hugsar þegar maður hugsar þú veist, reynslunni hjá Ofvirk og Hyperactive no-brain ég meina ef þú ert í 3v3 midround á móti þessum gaurum, ég meina þeir eru líklegast að finna réttu lausnina og það er bara undir þeim komið að klára executionið og vinna og þetta var bara perfect ránd hjá þeim. En það reyndir leikmenn og bara svona, maður sér sömu þemuna með suma leikmenn sem að líða eiginlega bara betur þegar þeir eru í klötsinu en eins og þarna, þeir eru með þetta hivement milli þetta core og hafa spilað það lengi saman að þeir vita eiginlega bara hver annað er að hugsa en hugsa
betur væri að sækja fleiri rándið núna. Það allir hátíðar framalega aggressífur og reynir að ná killinu í eldinum en dugar ekki til NoBrain. Það að refsa þessu og koma sér inn fyrir Ivy. Það sprungið og nú eru 3 leikmenn svolítið opnir á A og eiginlega bara að þurfa að gera eitthvað. Þetta Egon, Birnir, nær þessu, þeir voru bara einir, þetta var alltaf fake. Ég féll fyrir þessu. Það líka ógeðslega erfitt í teik þegar við komum svo framalega. Tom reynir að nær Senni út. Já. 2-2 núna. Þeir eru með ofvirk í 5 með varpan. Skún kemst ekki fram hjá honum. Píkar á góðum tíma og nú er 1 leikmaður eftir. Vant. En þetta virkar. Hendi smókinum á þar sem að bomban gæti verið en eitthvað mist kom þarna. Reyndar sá ekki hvort að ofvirkur hafi verið að halda þessari línu eða ekki. Það var svona eiginlega á hann hljóp út en ég meina hann hitt hann strax bara. Já, þetta líka erfitt skot til þess að hitta. Ég meina þú veist ekki bomban var plöntu svo vandræðilega hliðin á sko. Það sem hefði nú kannski getað hoppað aðeins og gert þetta aðeins erfiðara eða eitthvað sko, hoppað hann yfir hornið eða eitthvað sko. Það var skeri í ránd út af því að þeir gáfu 2 riffla á A-inu áður en þetta varð, lokað en missa það svo. Saga kom með 4. rándið sitt og það aftur kaup á móti þeim. Þeir eru samt með 2 MP9. Ekki rosalega mikið utility nema á ADHD. Þeir eru með advantage, það eru bara 3 leikmenn á móti þeim núna í viðbót. Birnir sækir 1 og meira. Það Johnny með nokkur hestöfli viðbót á sér og NoBrain sem er eini heili og hann er með Galil á sér líka. Þannig að við erum ekki einu sinni með heilbrigðasta kaupið. Hvað geta þær gert núna? 2. Ekki neitt. En það nokkuð, það er bara allt mikil tími og Já, Johnny líka bara 20 HP og ég meina þeir eru komnir með allt infóð á A-inu og Dóm að spila upp með infóð á B-inu. Þetta er alveg mjög hæpið. Dóm færir örugglega 1 kill innan nær að lifa ef hann nær ekki bara báðum sko. Línan er góð, þeir reyna að píka þetta, hann nær einhvern veginn reykjunu og bomban gæti farið niður, hún fer niður, það engin neita til að denæja þetta. Þannig að ég meina strax, Láni Ólóni sækir valdið, fellur svo en sækir aðeins meira í bankan fyrir þá, Bakkus. Minna 2 á móti 4, þá kallaði þetta bara allt í lagi. Já, bomban niður. En þetta er það sem við sögum í byrjun að Saga, ég meina þeir fá strax confidence og eru núna komið með 5-1. Þetta er hættulegt, en Já, það er líka Bakkus, ég meina þeir hafa bara verið að runna default, hafa mikið verið 2 í twistunum eða 2 í Ivy. En vandamálið er að Saga er að sækja svo hart í það að ég meina twisturinn, sérstaklega til dæmis í fyrsta gunnrandinu, Saga var að taka fætinn við twistinn áður en að rauðastegagæinn eða Ivy-gæinn hjá Bakkus gátu verið með í randinu. Þannig að Saga er að sækja mjög hart að þeim og Bakkus næri eiginlega ekki að vinna sér út úr því. Nema þetta í midrandunum eins og í 3-3-inu í randunum þar eftir. Þetta er Aftur, sækja grimt í þá sko. Eiginlega dyrka þetta og ennþá betra Birnir sækir opnin hérna. Hvaðan kemur hún? Tvist eða ekki? Þetta var einn tvist, tekur eina mann í tvistunum og nú er vissart bara 1 á réttum stað samt sem áður. En Bakkus, þeir eru búin að missa bara alla leikmenn í kringu sig áður en að ná að framkvæma executið. Þetta þarf að breytast sérstaklega bara í T-hliðinni. Það er ekki mikið eftir að rondunum. Nei. Eru Saga að vera óþolandi? Er þetta eitthvað sem að þeir gera nú þegar? Eru þeir nú þegar svona aggressífir eða er þetta bara svona þeirra að breyta? Þetta er örugglega bara einhver sem að kallar, heyrðu, ég ætla að vera aggressífur í tvist þetta ránd og þá gerist það bara. Svo gott flash. Geggjaða flash. Skún, sjáu nafnið þarna. Þessi updateunum þá fáum við að sjá þessi support núna. Já, það hlaut að koma að timeoutinu sko og ef ég er að fara að sjá default ránd hjá Bakkus eftir þetta timeout, þá veit ég ekki sko. Sérstaklega þegar við horfum á peningi, það er eiginlega bara ekkert mikið í boði. Ég meina, já, þessi menn geta hitt igluskótunum og svona en snýst þetta ekki bara meira plantið og svo eftir það að reyna að vinna rondið.
Já, og ég meina þeir hafa í raun fengið mikið af upplýsingum hvernig Saga spilar. Ég meina Saga eru alltaf búin að vera 3 framalega úti sem að þýðir að það langt í rótitið inn. Þeir hafa eiginlega ekkert verið að abjúsa það bakkusmenn. Þeir hafa líka fengið í raun kontakt á eiggææfi, það ADHD með vappan. Ofvirkur hefur ekkert verið að fara þangað með vappan. Nei. Þannig að það er alveg opnanir fyrir bakkus í spilinu ef þeir klokkaðir, sko. Þeir eru með 1 diglu og þeir eru með 4 leikmenn upp í efra, þannig að við sjáum eitthvað megin nema að sjáum ADHD straktið aftur en Dóm sækir fellu og bakkar svo kemst meira sem nógu vel tilbaka en samt ekki tekur meiri skaða á sér, hefði viljað 1 kill í þeim. Þeir fá sætið en fá þeir plantið, það er ekkert endilega garanterað. Og Birnir á réttum stað, á réttum tíma. Johnny núna 1 eftir á 3 og þetta er bara ómögulegt. Hvað þá núna? Menn vita nákvæmlega hvað hann er og það er ekkert annað í sögunni en að þeirra vinna 7-1. Já. En ég meina, þeir eru að runna þessi e-crowd og eru að finna veikleikana. Ég meina meiri sér í þessu e-crowdi var Saga að spila 3 framalega úti. Þannig að rótitið var svo sem alveg komið nógu hratt fyrir sögu en í riflarandi þá var þetta kannski annað en eins og ég segi, það er spurning hvort þær hafi tekið eftir því og eru að fara að breyta til hérna eða hvort það handið sér bara við það sem þeir hafa verið að gera. Það er breyting, 2-3. 4 á æg. Þeir eru meira sér að búast í push, sést. Já, þetta er ekki default round. Þetta er ekki default round, segir hann og tryggist vel með Ofvirkur fyrir þarna er beitið, það verður til að Ofvirkur getur haldið angulinu núna, komið línu, ADHD kýs betur en að píka. Menn er alltaf að fullorðast, nei, en hann, býtu, ok, þetta virkar ágætlega vel, ok. ADHD hendur sér lifandi, meiri sér nær skaðan en þarna, bakkar út frá þessu, Vissard kemur og hjálpar honum og er með hann til aðstoðar. Þeir komast ekki fram í og nema mæta hans línu, Ofvirkur, ADHD afsakið reynir að taka hæga línu, virkar ekki, Ofvirkur er á undan með línuna og nú Johnny 1 á 2. Hvar eru hinir 2? Veit hvar Dóm ætti að vera. Þetta er ógeðslega lína. Þetta er ógeðslega lína. Ok, ég er farin að, þetta er alltaf annað vapp heldur en það var. Já, þetta er að labba út æfi það er alveg erfitt, sko. Af því að eitt sem ég tekið eftir, það er ekki bara eins og þetta mæta æfinu, þú ert líka að mæta back-æfinu. Já. Þú ert líka að mæta sætinu, þú veist, það eru svo marga línur. Æfið er eiginlega bara nýja hellið, myndi ég segja, sko. Þetta var geggja round á bakkus. Ég meina, þetta er akkurat breytingin sem ég vildi sjá frá þeim. Þeir viffuðu smá, annars hefði þetta örugglega virkað. Þeir prófuðu eitthvað annað. Þeir prófuðu eitthvað nýtt og ég vil meina að taktíkin virkaði, þeir bara eins og ég segi viffuðu smá. Ofvirkur fekk nákvæmlega sem hann vildi þarna, en Biffin gerast, það eru 2 galílar afsakið á bakkus núna, þetta er ekki heilbrigðasta kaupið, en... Nei, þeir taka round sem virkaði og fara aftur tilbaka í roundin. 8-1. Já. Og Birnir með tvist. Þetta er búið að vera þeman hjá Bakkus allan tíman. Byrja bara með 2 færri leikmönnum. Já, þetta er loksins voru þeir aftar í tvistinum til þess að vera ekki teknir af 3 manna framanlegu hóldunni á sögu. En í staðinn þá löpuðu þeir 2 gegnum smók í rauðastega. Einmitt. Svona óhefni með Birnir slagur hérna og segi kannski aðeins og slagur. Hún er auðvitað Birnir að öskra timing. Timing, klassíst. CS. Skún tengir ekki og ADHD að taka stóra mann að Nóbrein núna getur gert eitthvað með Blaster og Blaster sækir tvistinn til að loka á þessu. Alright. Þetta hlýtur að kveiki í þeim. Þetta hlýtur að kveiki í þeim. Ekki bara hlýtur, þetta þarf að kveiki í þeim. Það er, þetta þarf að kveiki í þeim. Ég segi það bara. Þú verður að fara út frá þessu og ég meina þó að þetta hafi verið svona, geggjastrákar. Legðu meiri í það. Geggjastrákar. Farðu með eitthvað momentum út af því að, ég meina, leiðu og horfir upp þá ferðu bara aftur í sama fíluna held ég. Ég myndi ekki það. 2-8. Þetta... Ég meina... Það þurfti mikið til að fá þetta ránd, en ég meina... Vinnur það líka 3v5. Að vísu.
Það er að gera þetta erfiðara fyrir sig, en kannski sjáum hvort þeir fara með 5 leikmennin í þetta round. Það er aftur 2 Galílar á Bakkus. Hafa fengið roundið en ekki mikinn pening í bankan til að mynda banka. En bankinn hjá Sögu er að klárast eftir þetta round ef þeir taka sigurinn hjá Bakkus. Þannig að við getum séð, eða svona nokkurn veginn, við getum séð 4-8 útkomið. Það er alveg geggjað að horfa á hversu sko hræddur Dom er að gera þá inni. Ég meina hann er að kasta þennan framalegum smók og hann er eins og ekki, þú veist, það er ekkert bakvinn á smók nema bara hann eitthvað að reyna að taka fæta og það er bara gjörsamlega að stoppa Bakkus í breiðholtinu. Hann með þess að næst húlega á Þeir fara líka fyrir ofvirkur nú allavega að vera nógu virkur til að halda þessu gangandi, ekki bara það heldur þristur komin á hann. Núna er Dom búinn að vera óþolandi en hann líka bara óþolandi á bæði stætunum, þetta var smá viff en ADHD, hann getur gert þetta 1 á 2, ekki útiloka round hjá honum en Bakkus vil eiginlega frekar vita hvar er hann að hanga, hvar er maðurinn, getur við spilað þetta 2 á móti 1, já, það þarf bara Blaster, hann fær þarna höfuð frítt hjá ADHD og þeir eru konur að minnstakosti með 3 round núna, ekki bara það, peningurinn er ekkert svo góður í Sögu. Blaster er komin á blað. Þetta er ekki, nei. Kannski... Það er svo geggjað að horfa á Blaster þegar hann er on, sko. Er það málið? Já, hann er svo crisp. Já, það. Hann er einn af þeim svona með geggjað aim bara... Já, þegar hann er on, sko. Þegar hann er on. Vonandi kemst maðurinn í gang. Hann er nú alveg að... Já, ég meina clutch og innsiklaði þetta round. Það er líka oft nóg til að koma hann í gang en áfram heldur Saga að vera aggressífir. Þetta skipti er Bakkus svona aðeins meira að sína en virðingu en það er líka verður til að þeir fá opnunarnar. Blaster með annað kill í ævíinu, er það rétt? Já, byrju, pushja ADHD. Nær ykkur, er ekki alveg, jú, ADHD púsar í gegnum smók, það sést þarna, það er rétt þér. Kemur hendur ekkert óvart, segir nafnið. Birnibjörg, geggjaðar 2 diglur. Ok, þetta er allt í einu ekki garanterað vinn fyrir Bakkus. 2 á 2 núna. Blaster og ofvirkur, 2 lifandi. Þeir eru líka búin að vera svolítið svona nöfnir sem að standa út úr þegar kemur að því að gera einhver impact í rándunum. Þannig að vonandi geta þeir unnið saman núna. En 2 á móti, já, 2 jeppunum hinum megin. Það er Vissart og Dom báðir með yfir 10 kills á sér. 11 og 14, 45 sekundur eftir. Blaster skrýður áfram, nær einhverjum skaða en hann fær allavega info og ofvirkur reynir að taka close-in sjokkunnið en virkar ekki, staðan enda 9-3 fyrir Sögu. Bakkus þurfa að gera eitthvað svakalegt á hliðinni sinni eða eiginlega bara hreinlega lesa Sögu. Voðalega er þetta geggjanafn í hvers skipti sem ég bara... Vel, eins og ég segi í hvers skipti sem ég er svona mikið undir er ef að þeir gáttu gert það, þá getum við það. Það er svolítið svo leið. Það er alveg góð leið til að horfa á þetta. Ég er svo sem ótengt þá tapa ég öllum leikjum þar sem ég er mikið undir, þannig að... Já, ok. Veistu, ég er eiginlega öfugt, finnst mér, sko. Ég finnst eins og ég fái svona... Ok, hætt að fíblast núna. Þegar það kemur 10 hjá andstæðingur. Já, þú ert búin að vera að gera ekki neitt í 13 vikur og það er vika í próf og þá... Það er 100%, það er 100% ég. Ég ætla ekki að ljúga því, sko. Vonandi fer allt í gang núna fyrir Bakkus, Blaster allavega byrjar pistolið og Senni joinar hann í því. Þetta er góð byrjun, þeir eru líka að gera sömu byrjun og Saga gerði með því að vera bara óþolandi framalega og neita þeim að koma með eitthvað plan. 2 á móti 1 núna og þeir spila það rétt, þeir 2 ásækið, Skúli líka, en NoBrain sækir bara 2. ADHD nú 1 eftir á móti Johnny og Johnny neglir þetta niður. 4 lifandi hjá Bakkus, það er allavega góð byrjun, nóg til í bankanum. Já, þú veist að þetta er gott CT-pistól ef að ég get ekki sagt þér hvað terrarnir voru gýr í pistólinu því að þeir komast bara ekki í það. Þeir komast aldrei í það og bara það var einu sem ég tók eftir, þetta var bara eiginlega svolítið svipað en áðan vorum við að segja að Bakkus voru að defaulta, Saga bara komast aldrei aðninu núna. Já, eina sem þetta er í hugur að þeir hafi verið á leiðinni rauða til þess að splitta úti en ég veit ekki, hef ekki hugmynd. Fáum aldrei að vita. Nei. Mollin fer framalega, það er enginn sem kemst eftir tvistinn, 2 Ivy, Skún,
komin hérna með Vissard, komin línu, spottaðar, sem ekki verður hann ekkert frítt, það er bara smóka fyrir fram. Virkur finnur vopnin hérna í fjarkanum, já, þannig að það er bust, þetta getur ekki verið, jú. Nei, þetta getur ekki verið B, hann er með línuna þarna Johnny og heldur öllu þessu að þeir eru með 4 leikmenn á A-inu, bara reiðubúnir. Heyrðu þið, Álfur skulle búin að fara yfir hornafræðina. Já. Getur eiginlega bara Vissard með díkluna hitt einhverju en það er svolítið leiðilegt að sjá það hvað flokkunar að deyja langt áður en að hann fær kontakt. Já. Af því að hann gerir svona hluti. Það er svoleiðis. Kannski var þetta bara myndið að klára það svo ég geti garantít fengið Ace. Show me what you got, Vissard. Hann er með MP9-una, hann ætlar allavega hann horfir á þetta frekar svona moneyball. Lætur manni með meira HP fá byssuna. En hann fer fremstir inn, fær info hérna, hann er dómu og það getur breytað þetta, en nær því ekki. Vissard eru líka bara betri á díklunni heldur en M4-num, sko. Mér finnst það að vera rosalega mikið Íslendingar eitthvað bara. Mér finnst eins og það komi eitthvað svona auka, bara að það verður með riffil, ég á að drepa einhvern. Ég er með díklu, ég skal sko sýna ykkur. Mér finnst alltaf að vera svona auka drifkraftur sem að kemur frá mönnum þegar þú kaupir 700 kallinn ætlar að sýna okkur og þarft ekki meira en 700 kall. Engin díkla núna. Litli vappinn, það má alveg segja það. Í hvaða fjarlæði, er eitthvað fjarlæði ykkur mappið að þú dingar? Já, örugglega. Ég meina AK-in dingar hérna frá A-site á Dust 2 niður í pit fyrir 98 eða eitthvað. Það væri ömurlegt. Já, Dinga gæðin að halda það er svolítið pit. sorglegt, sko. Birnir. Hvernig eru þeir komnir alla leið live í Jó, það er bara bakvið vita mjög ekkert. lekur. Það var enginn að spá í þessu. Þetta átti að vera Senni, en Senni var aðeins og aftarlega í æfingu. Það er rétt. Þeir bara fundu sprungur og tróðu sér í gegnum hana. Ég held reyndar að hann hef ekki komið í gegnum ævi, hann kom í gegnum tvistin. En hleypir samt öllum æfimönnunum út eða ekki? Nei, það er smókur hægra megin ævi, þannig að hann lappar bara inn í smókinu og út aftur. Þannig að ég held sko, Blaster er kannski að öskra á seni hérna, en veist það, hvað, ertu ekki að horfa, drengur? En ég held að hann hafi komið í gegnum tvistinn, sko. Farið semst út tvist og Já, farið bara alla leiðina það. alla leið þangað inn í smókin og út aftur í bakmenn. Já, það er rétt hjá þér. Þetta nýja mappmaður. Bíð er rosalega svipaði samt, eða ekki? Nei, það er, þú veist, akkurat Já, kemur á, sko. Ég ætlaði að fara að benda á þetta fyrir fram að nema þetta, en observerin sér það að láta mig lítið illa út En já, er þetta samt ekki bara svona eina aðalbreytingin og jú, þú getur núna haldið rosalega geðveikri línu í fjarkan? Það er, sko, ég myndi segja að það séu færri línur til þess að halda inni, en þær eru betri. Þær eru betri. Og veist eins og áður þá, ef það var bakvið hérna fjarkalestina sem CT, ég meina það var bara ógeðslega góð post og það var ekki hægt að drepa þér þar, en það er eiginlega ekkert hægt að spila þar lengur sem er umlega núna. En á móti kemur eftir með þessa 5-línu og Jerus. Málinn er svo góður og þeir fara strax tilbaka. Það eru 5 menn á bíðinu eins og er. Bíddu, ok, þeir hika. Já, það er bara stopp. Það virtist vera svona, ok, tökum snögga ákvörðun en ekki allir hafi verið á sömu blaðsu eða einhverju. Þetta var svona, ok, þeir eru lítinn pening, rushum bara inn og svo rusha þeir í riftinn. Já. Og nú eru þeir bara, heyrðu. Og nú er þetta alltaf falla í sundur. Strákar, nú erum við 3, nú getum við klárað þetta. Við erum að horfa á sögu. Getur ADHD kúkað eitthvað hérna fyrir okkur? Þeir náðu ekki í riflana, þannig að þetta er ennþá alveg fullandi séns, en þeir þurfa nú að fara að vinna einhverja fæta. Johnny bara... Einn og þeir vita líka hvar Birnir er, þannig að nú ertu komið 4 augu á þér. Kemst ekki til burtu, en því lengur sem hann býr, því meiri er möguleiki að hann gæti verið á A-inu, þannig að hann ákveður að labba út, kemst Blaster, Blaster spottar hann ekki, hann er samt að leita af honum og finnur hann þarna. Guðsjálf hann ákveður að kíkja, en hann komst fram hjá honum, það var sjens að hann gæti drepið mennina í konninu, eða við konnið, en
ekki var það. Þeir spilu þetta rétt, 4 á móti 1, bara að vera 2 og 2. Já, Ekkert að flækja. ótapanlegt, sko. Nefnilega, það sem ég meina. Og þeir þurfa líka á því að halda. Fyrir mig að gefa sögunni aukasjens. Já, en þetta er akkurat ástæðan af hverju ég kallaði til þess aldrei eitthvað svona rush á móti, þú veist, lélegum peninga því að maður veit aldrei hvað að fara að koma móti manni. Þannig að það er bara riffl í andlitið og vita í raun ekkert hvað að gera eftir það. Það er með einhverja stíflu tilbúin að taka móti manni. Dom, eini maðurinn á diglinni, restin er með kaupið, en Wizard, hann er með AK og það er ekki mikið meira en það er vappinn, þar fellur allir HT. Nú er þetta ok, Reviveable, Johnny og Nobrain núna 2 eftir og það ætti að vera saga bara. Já. Þeir gerðu það sem að Bakkus var að gera í sínum hernum, að þeir gera það aðeins betur, eða kannski betra að segja að þeir fengu sjensin til þess að gera það að því að Bakkus var ekki fremst í Twist að taka á móti þeim. Einmitt. Því að þarna rauðagæjanir, Twist-gæjanir og æfigæjanir allir að hitta á saman tíma. Leið og æfigæjan fekk kontakt, þá fóru Twist-gæjan og fekk seinna kontakt. Leið og það kontakt kom, þá komu þeir í gegnum rauðasmókin. Þarna eru þeir að spila. Ég elska þá nefni þetta, ég reyni ofta að útskýra þetta fyrir mínum leikmönnum, þá er ég að tala sko, fólk sem ég spila með er alls ekki á þessu leveli, en mér finnst þetta rosalega góð hugmynd að meðan að menn er að hugsa hvað gerðist, að þá ert að taka kontatekstar annars staðar og bara einmitt spila út frá hvort öðrum. Geggja að þú spottar það, Ofvirkur, hann spottar Dom, Blaster, sækir Twist þetta, hann er komið með Vappa núna og hann er bara skila sínu og hversu gott að mæta Vappa á móti Vappa, ADHD sýnir það, hann á þetta vopn en þeir vita hvað hann er, þeir vita líka bara að hann er nokkurn veginn fastur, þeir geta spilað þetta hægt. Já. Bakkus eru búin að vinna nokkur svona ránd en þeir þurfa svolítið að fara að keðja þeim saman sko því að þetta er svona smá þeir eru eitthvað að klóra í bakkan í lokin feelingur af þessu sko. Já, algjörlega og þetta er einmitt það sem við nöndum fyrirleik, þeir þurftu eiginlega bara að koma sér í gang fyrr og þeir sína alveg, þeir geta alveg haldið slæginum á móti sögu en upp á svona consistency þá er það ekki verið skot út í lofti hérna ákveður að strauja út af því með tekkuna, hann fær kill bakkar hlaðandi og það verður til að Ofvirkur heyrir aldrei við þessu nei, aldrei býst hann við þessu Ofvirkur á móti ofhugsun það er Ofvirkur sem að tekur sigurinn hérna og Bakkus ég segi svona en 7-11 þetta er já ekki mikið eftir hljóta nú að fara að keðja randi hér. Ég ættu að gera það. Þetta er ekki gott kaupja sögu. Kaupa samt. Kaupa samt. Er það þeir að vera kokki? Er það að því að þeir halda þeir geta í alvörunni tekið þetta ránd eða eru þeir að fara fram úr sér að reyna að loka leiknum? Nei, ég held að þeir geta alveg tekið þetta ránd. Ég meina að Bakkus hafði ekki verið að sýna einhverja geggjaða vörn sko. Þannig að ég meina ef þeir fá pick frá Wizard út í gegnum Twistinn og þá svona býr til chaos og þeir ná svo Johnny inni það er engin munur þannig séð á milli liðana í því rándi sko. Enda betur að Wizard fær pickið að þá er hann búinn að selja það en hann selur ekki neitt með þessu, hann er felldur hérna af Nobrain. Sérst hvað er langt í næsta rót, þetta er ná Johnny án þess að hann ná við killi. Og Skún hrærir Johnny svo vel með því að vera þarna á bullandi hreyfingu og það verður til að Dom getur farið út frá því, spila þetta ótrúlega vel af honum, bomba fer 100% niður en fer rándi niður fyrir það. Hvað er að gerast? Þeir eru að strauja í þetta byttu, alright, það er enn og aftur, þeman er ADHD 1 á móti restinni og restin tryggir þetta. Bakkus eru allt í einu að koma inn í leik. Hvað er að gerast? Það var eitthvað observe curse þarna sko. Í hverskið sem við spekkum eitthvað gæja frá Bakkus, þá bara hitt hann ekki sko. Já, þetta er... En þeir náðu þessu. Þeir náðu þessu. It doesn't have to be pretty. Ó nei. Þetta er svona alveg eins og ADHD, öll klötsina hans eða allt sem hann hugsar, þetta er genius. Þangað til þetta virkar ekki. Þetta er svo,
Ég segi, ég með sama playstíl á hann, sko. Ég bara intuition, sko. Sérðu hvað eiga lítinn pening. Ég meina, Birnir á 1600, Skún á 1500, þeir með 2 og 4 í loss. Það eru skrimmt kaupræðum í næsta rándi. Þeir eru að sjá bara beint út hægri, fá Molla og Greini í andlitið. Birnir næst að killi. Og bomban að fara á B. Herðu, þetta getur verið gott. Dom núna, Dom út núna. Já, þetta er mjög aðjátti, en hann samt á undan. Kíkir leið, já. Tímasendingin var ekki góð, en hugsunum var góð. Hugsunum var góð. Hugsunum var alltaf góð. Ég meina, við erum núna bara einu gunnarándi frá jafntefli. Gefið að Bakkus vinni rándi á móti 2K glokkum. Það ná að halda þeim. Hatti hátti eitthvað melta Engin mappi. Nei. Ég hata það ekki í T-side. Þeir svo sem hafa ekkert verið að fá neitt með vappanum, sko. Nei, náðu bara 12. rándi. Byrjum á því og sjáum hvað svo við getum gert, en Bakkus sterkir að koma inn hérna í síðari hálfleik, sitt í hliðin og þeir með mjög gott kaup núna. Sýnist kallið verið að komið að þeir endi annarkvort inni eða niður rauðastega. Fara líka og sækja þetta er snemmt hjá þeim og Saga fer hérna niður poppið og mætir Wizardheim í kompunni, A-main. Bara ömurlegt angul, en Birnir tekur bara slægin. Love it. En Blaster, hann er smá fyrirsjáanlegur núna, en ef hann nær þessu killi og heldur bara tvistum, þá er hann alveg góður. Hann kýs frekar að fara í burtu og ekki bara það, heldur aftur tilbaka, heldur líka Wizard og þar er bomban fallin og nú er allt innu rándið allt og erfitt fyrir Sögu. Þeir eru lengst í burtu frá þessu, þeir þurfa að brútforsa sig í gegnum A-ið til að ná bombunni. Þeir gera það vel, en það er einn maður eftir núna á móti restinni sem eru 3 og það er bara ekki í fræðilegum heim þar sem að þeir fá að komast upp með það. Bakkus eru komnir. Þeir eru komnir, þeir eru mættir og það er alltaf gaman að sjá svona þegar eitthvað sem að Saga gerir virkar fyrir Bakkus líka. Ég meina Bakkus taka hana tvistinn og það virkar vel fyrir þá og fyrir Sögu. Allt sem þið getur gert, við getum gert líka. Akkurat. Ef þeir geta, þá getum við það. Það er svolítið svoleiðis, sko. Það er, ég meina, það lítur að vera ástæða, það er... Wizard er á Mach 10. Ég hata peningin og Sögu. Fremsti maður út fyrst. Já. Ég hef ekki gett neitt. Hann líka bara, hann lappar í gegnum Molla og 2 grinur og er bara 10 HP þegar hann fóksins tekur fætinn. Nú vantar alla byssurnar, Blaster að sína sig, love it. Þeir eru allan að koma með vappa átt í hátíð. Það er spurning, ég væri til í að sjá þá hægja aðeins niður á leiknum. Það virkar ekki vel fyrir það að fara hratt. En þeir þurfa líka að stíga svolítið í fætunar á extrímunum á mappinu, ég meina í tvistunum og í breiðartinu, því að þeir early roundin hafa ekki verið að ganga vel fyrir þá. Alls ekki. Sjáum hérna, nú er staðan eins nálægt og hún getur orðin ef við förum í framlengingu, það er 11-11, annarkvort vinna annarkvort þessi lið þetta mapp eða kort eða við förum í framlengingu. Allavega ADHD finnir hérna opnununa, Saga byrjar að minnstakosti vel, en Bakkus hafa svolítið verið að fá þægindin á móti sér, þeir byrjast að vera á réttu stað og líti ekki alltaf vel út og í þessu tilfelli eru Hannes á réttu stað, gott spray hérna hjá Johnny, ekki bara gott, heldur geggjað ofvirkur líka, eini maður til staðar við honum, en það er bara nákvæmlega þannig, þarf enga aðra, fullt hús hjá B-holdinu og Bakkus eru komnir yfir Sögu, fyrsta skipti í þessu leik, en á tíma sem það skiptir máli. Já, þetta er, ég bara spyr til hvers að kasta flassi ef þú nota það ekki. Þeir köstuðu flassinu og biðu svo eftir því að Johnny myndi geta séð aftur og fara þá niður fjarkan. Það er rétt. Þetta er bara opið 3K fyrir Johnny. Kannski engi búist við honum þarna eða ég veit ekki. Það var mjög furðulegt, en ég meina Johnny með 3K á gæjana niður fjarkan, það er bara velspilað hjá Johnny og þarna vantar confidence. Maður sá á hann eins og þegar Skún fer út fyrst, þegar hann fer hoppandi út bara 5 munur treyta mig.
En þetta var svona eins og menn væri að horfa á það, ok, ef þessi nær ekki þá þarf ég að geta það. Eða þessi, eða næsti. 12-11, Saga er ekki alveg út úr þessu, en þeir eru mjög nálægt við. Þetta var geðveikt sprain hjá NoBrain. Þýtur hérna í gegnum smókin í kompuna. Dom heldur þessu lifandi, Ofvirkur heyrir hljóðið hérna. En sér ekki neitt, þannig að Kólið ætti að vera komið en ADHD er komin inn á. Ofvirkur er fastur hérna í æviðinu, nær ekkert að næja plontið, en nær mögulega að koma sér í kill. ADHD leifir það ekki og nú, allt í einu, erum við að fara í framlengingu. Það verið að þessi óþægt. Já, þeir vita nákvæmlega hvað er að gera þetta. Þetta væri svakalegt klötch hjá Johnny ef hann er að taka út 3 gæja í 3 mismunandi vanglús, allir að horfa á hann á saman tíma. Já, svolítið er þetta að gera. Maður eiginlega vissi að þetta er bara búið þetta sem að mann eftir train einn að ríteka á móti 2 eða fleirum, bara annarkvort þetta, bara 2 eða fleiri inn á A er eiginlega bara ómögulegt út af því að það er svo marg svona crossfire line-up sem þú getur verið með. Það er bara Reyn sem að getur gert það. Reyn var Já, ég reynda, vá, þetta er throwback og magna að ég actually veit hvað að tala sko. Þetta er throwback. Shoutout af mannin sem að er að, klára 10 ár með liðinu sínu. Næstum, hann náði ekki 10. Hann gætir þetta náði núna og hann er að koma aftur inn til að hjálpa þeim með stand-in. Já, kannski. Þannig að það var mjög nálægt, ég sá þetta líka, mjög nálægt. Það gæti verið að þeirra ákveði, herru, við höfum bara í gangi. En við höldum okkar haus frekar á það sem mikilvægum stað. Það er hér á landi þar sem að við erum með framlengingu 12-12 Bakkus sem heitir Saga í fyrsta mappi. Það er Train og Blaster er að blasta þessa menni. 3 hausar, þeir fá ekki að gera neitt og maðurinn er on eins og sagðir með 5 headshot ace. Sjá hann í kam, muniði nafnið og ef ykkur vantar Red Bull þá sýnir hann ykkur vængina sko. There you go, eitthvað, ég veit ekki hvert ég voru að fara með þetta, en þetta var geðveikt ace, ég týndist þarna. 5 hausar, þetta var solid. Wow! Það er ekki ekki að hafa líka flassið sem að Saga köstu gerði ekkert. Ég veit ekki hvort það hafi farið, sko, að því að þetta var auðvitað í stiga, hvort það hafi farið of langt niður eða hvað, en þú veist, Hyperactive var bara að horfa á flassið og hann breytaðist ekki neitt, sko. Þetta er galið. Gekkja rántjá Blaster. Blaster er mættur, þetta er líka nákvæmlega sem þú sagðir. Þegar hann er on, þá er hann on, efstur núna á server. Já, er hann ekki komið fram úr... Það var næsti á eftir honum, það er NoBrain saman og Birnir. Fram úr Birni, já. ADHD ætlar ekki að gefa þetta frítt, heldur leiknum aðfram gangandi. Finnur opnun núna, Wizard fellur. Hann heldur þessu ennþá gangandi núna, treytar bara hinum enn á kortinu. 2 play í gangi, það er Ivy Push og Ivy Push. Aftur á móti Saga er ekkert að bíða eftir skún. Þeir hljótt nú að fatta, þeir fatta það náttúrulega núna að Ivy spilarinn er týndur. Johnny og Senni, núna 1-2 eftir. Hvar er samt Johnny? Vita hvaða stöðum maður spilar, en vita ekki hvor meginn hann kemur frá. Senni með bombu. Hann er á gámnum fyrir utan. Ó nei, það er rétt að bomba. Ó nei, hann er búinn að spotta og búinn að calla. Það er vel spotta hjá þér. Sendi bara Johnny til að koma með sér. Þetta er búið að vera... Þetta er búið að gerast áður. Þeir búast aldrei við að Johnny sé mættur til hans, sko. Einmitt. B-spilari, hinum enn á mappinu og hans er komið núna. Þeir smóka Johnny út. Ef að Johnny verður fyrsta kontaktið, þá allt í henni er það möguleik. En hann er seinna kontaktið og þá virkar flassið fyrir sögu. Veistu, við þykjum það. Það ekki bara. Þetta var... Þú hefur líka rétt fyrir Johnny, átti alltaf að vera á fyrsta kontakt hana. Já. Alltaf, sko. Þetta var óþægilegt. Þetta var... Þetta er... Vá, það er veistla þessi rán, sko. Þetta gæti verið að fara í aðra hvora áttina, sko. Þetta er svo Saga overtime eitthvað. I do love me some Counter-Strike. Og það gæti verið að við fáum 3 möpp ef að Bakkus tekur þetta. Ég menna samt alltaf ekki einu svona taka hann. Þetta geta alveg verið Bakkus 2-0 þess vegna. Já. Þeir eru líka núkspilarar, þannig að ef þeir fara með momentumið yfir. En... Bæðileg 1-3, þannig að þau ættu að vera í sama skilli samkvæmt. Nefnilega, stigatöflunni, þá eru þeir á sama stað, þannig að þeir hafa það líka bara. Við getum endað að setja okkur yfir sögu bara í stigatöflunni. Hugsandi að það voru Bakkus þar að segja. Já. Ofvirku afsakið. Ég verður að spá hvað eru við eitthvað að fara
Við erum bara í stigatöfluna. Ég kem ekki nálægt henni, sko. Ég er bara... Ávirkur heldur þessu gangandi. Það er ennþá round sem að lítur út fyrir að Bakkus tekur, ekki nema að koma með eitt annað kraftaverk, stekkurna niður. Nú virðist vera eins og menn séu bara svona að spila á instinkti. Það kemur alltaf í overtime. Þetta er að virka samt hjá þeim. Þeir eru komið með plantið, þeir eru með dóm til að halda þessu planti, en nú ADHD 1 á 3. Eins mikið og þetta er ömurleg stað til að vera í, þá elskar hann það, en ekki þetta skipti. Kannski ef þetta var í gamla lestin. Það er eins og ég sagði áðan, sko, það er ógeðslega erfitt að vera að fela sig bak við þessa lest núna. Já, hún er orðin svo smooth eitthvað. Já, hún er kúft, þetta meina það. Hún er ekki bara svona kubbur, þú hefur ekki kassi, sko, hún er svona kúft, þannig að þú ert aldrei örugur bak við hana, sko. Þetta er svona svo að fela sig bak við ljósastur frekar rammagskassa. Já, það er allt öðruvísi feelingur núna hana bak við, sko. Það er saman að segja, ég vissi strax hvað á lestu varst að tala um, líka hinn með frá sko verandi City-maður. Já, líka hinn með frá, þú ert líka svolítið fastur þar. Áður fyrir þá var það nú bara, herru, þeir eru komnir inn á, en nú eru menn bara komnir á þig. Þú líka, þú veist, þú gast verið bak við lestina sikkur megin og verið þá, þú veist, að horfa á fjarka en falinn frá 5 eða verið að horfa 5 og falinn frá fjarka, en það er eiginlega ekkert þannig, það er ekki af öðvöldum, sko. Geggja fyrsta pikk hjá Obvirk. Þetta hefur verið svolítið mikið núna bara bæði lið að lappa. Svona eiginlega mjög lapplegu síðis. Mikið af shift og svona kontaktlegjum, sko. Skoða hvað er í boði. Enginn vill gera mistökin. Nei. Enginn vill vera ástæði af því að við erum búin að sjá hellinga mistökum og ég ætla ekki að taka það af neinum. Við sér bara eins og bombuna, skilja bombuna eftir á vondu staði. Þeir unnu rándið en fenguðu ekki frítt. Þurftu að koma sér aftur í það. Þeir geta farið beint inn að sæta annars. Það sér bara krafturinn í einum smók. Dom kastar einum smókana inni og það er búið að halda aftur á Bakkus í 40 sekúndur. Bara síðan loksins í gegnum þetta, lappandi líka, en nú er hugmyndin að þetta Angular bíóbítu, hann stendur upp á nebbanum á þessum húttara þarna. Hvað er að gerast? Dóm kynir sér betri stöðu, heldur sér lifandi, bara sætið er opið en allavega spila með þeim og er það ekki bara langbesta í stöðunni. Vissot og Skún komnir til að aðstoða og nú eru 4 leikmenn eftir, þannig að þetta var alltaf að vera retake. Nú eru aftur komnir á stað þar sem að eitt af þessum liðum fær strax map-pointið. Þannig að þetta round sem við erum að horfa núna er aðalroundið. Ég er bara ennþá í sjokki yfir það í possu, sko. Ég ætla ekki að segja að ég horfi á mikið af treinleikum, en mér finnst að mappa ekkert eitthvað geggjað, sko. En þetta er alveg fyrst skipti sem ég hef séð þessa possu. Þetta er nýtt. Þetta er líka nýtt. Ég hef ekki séð þetta áður, sko. Ég held að hann væri á stiganum, sko. Ég bjóst ekki við því að myndi vera full accurate. Ég er nefnilega eiginlega sama. Ég held fyrst að vera á stiganum og hann var augljóslega ekki alveg uppi. Þetta er alveg góð possa, sko. Já, þetta er lilla possan. Ég veit þannig ekki hvað svo opinn hann er frá 5-unni, sko, hvort þetta sé eitthvað riski upp á það, sko. Það vandalega hlýtur að sjást í höfuð á kallurum, en við verðum með mann... Það sé alltaf OP-possa, sko. Já. Geta droppað niður og fengi kill og droppað. Það verður eitthvað með aðra twistinn, en... Jájá, Vissard. Vissard skýtur í hausa. Blaster líka. Blaster líka. Blaster sér hins vegar ekki haus núna, það er kannski eina sem að bjargar ADHD. Já, það er bara smók fyrir hamlan. Já, Vissard er ekki með það. Nei. Hann er ekki með það vandamál, sko. Það skiptir engum máli að það er smókur fyrir hamlan. Það er bara verið að skjóta ykkur niður hérna, sko, í stúdíónu. Neitt hann er góð. Nei, ekki. Restin hefði bara nær. Ég held að Byrnin ætlaði líka inn með þessu. Úff, það væri misplay, maður. Bæði 3 að taka poptalk-fætin. Þeir eru mjög tilbúinir hérna í poptalk og já, náttúrulega þarf ekki að gera það. Þeir eru 5 á móti 4 og tala nú ekki 14-14. 14-14. Nú, strákar, núna skuluð þið bara slækja á. Ekki fara að gera neitt til að gefa Bakkus þennan leik. Þegar það hefur verið svolítið það sem að kom þeim að stað, langar mér að segja. Hvað segir þið? Þeir komust eiginlega af stað Bakkus út frá því að Saga gáfi svona sjens á því og út frá því byggðu þeir þetta sjálfstraust.
Þeir komast allavega hérna inn núna í, já, 2 trade, en þetta eru svo góð trade, jafnóðum hjá Sögu, núna er allir spilandi á sama stað. Ó nei, ó nei, ó nei, ó nei, og ATJ hann veit nákvæmlega hvar maðurinn er. Ó, Johnny er búinn að gera sér möguleika og ATJ fyrir gegnum smoke, en á góðum tíma, tíminn er svo búinn! Oh my god, ég trúi þess ekki! Ha! Núna verð ég á TS sem sagðarleikmaður að segja þetta var aldrei hættu. Þetta var næstu því næstu því eins og var þetta ekki gær, face á móti, eða bróki á móti Major, þetta var svolítið svipað, nema það að... Nema öfugt. Já, nema öfugt. Út smókin í staðinn fyrir ATJ inn í hann. actually komst tilbaka, já, það var... Ok, Saga konum með 15. rándið í óvinnamappikki. Alls ekki klósleikur. Nei. Totally ekki marginal leikur. Ofvirkur með fyrsta bak á ATJ. Are you not entertained? Það er annar á tí. Það er bara, það ekki. Þetta ofvirkur er bara að strauja ævi með vappa, bara kompassvappa. Það er hvernig þú veist að þetta ránd er bara unnið. Já, hann leitar bara lengra. Þetta er, já, nokkuð gott sem öruggt double overtime. Við erum að fá R15 aftur. Nei, núna. Það er throwback. Throwback núna. Ég hugsa oft tilbaka núna bara, hvernig nefndi maður að spila þessa heilu leikja seríur fyrir ekki best of threes? Þetta var alveg mikið svona þegar þú spáir í því, sko. Það er, sko, þegar það kemur að keppnisleikjum þá var það auðvitað betra því að maður... Já, því að þú hafði tíma til að byggja peningin. Já, og þú veist, þótt þú komst ekki inn í leikinn í byrjun, þá ertu ekki steamrollaður, sko. En eins og að spila Faceit, ég menna, að spila MR15 í Faceit, það er alveg bara tilgangslaust, sko. Já, ég veit hvað minna það er, já. Þetta er alveg ekki breyting upp á það, sko. Maður getur QA í Faceit og það er bara 30 mínúna leikur, sko. Einmitt. Jú, það er rétt. Kannski ég er alveg samlægð með það. Best of 5 seríuna sem að fekk á maður. Það voru Navi Face 22. God damn. 15-15, við fáum flotta sirpu hérna til að byrja með fyrsta mappið í kvöld. Það er Train. Mappi hjá Bakkus. Saga tekur helmingin 9-3 ætla ég að minna á áður en að Bakkus koma sér seint inn í leik, en betra seint heldur en aldrei. Þetta er búið að vera highlight punkturinn í allt kvöld. Dóðum er búin að fara upp fjarkan og vera óþolandi við Bakkus frá byrjun leiks, skýrist við, en núna er ofvirkur að eiga... Við sko erum með entry eftir entry, sko. Þessar reynið trade. Það þarf einhver að drepa ofvi, sko. Þarna. Engin að treyta hann. Allir leikmenni á Bakkus út allt mappið. Virðist vera að þeir séu að ætlast til þess að menn séu aggressív. Já, ekki alveg klára á því. Útdór í vandræðum og þar fara þær á sama tíma inn. Þeir fá sætið frýtt en ná þeir að halda því. 4-3, það er líklegt. Smókurinn klikkar. Já, smókurinn klikkar. Það er bara fínt fyrir Byrnir ef eitthvað er. Kemur sér í allt í lagi stöðu langar maður að segja, en Blaster er mættur. Vissar það var. 1 á 3. 4. Ekki kasta þessu frá ykkur. Og Quickswissið kemur á svona hálfvondum tíma, en hættulegt, en þeir taka þetta. Bakkus, ég meina þeir hafa bara verið á bakinu á ofvi entryum. Ég held að í senastu 4 rándum hefur ofvirkur verið með 3 entry. Já. Og allt frá ævinu, eða ekki? Svona... Já, ég held að hann sé bara, hann tók líka twist píkið og drap gæðan á leiðinni rauða, sko. En jú, auðvitað 2 ránd þarna í gegnum ævi og í þessu rándi, ég meina hann lappaði bara ævi, fekk hekla móti sér og var komið með lína backline. ATJ viffar og deyr. Líka af hverju myndi Ovi pusha lengra einn með vappa. Þannig að kannski kemur smá óvissan og það geti hafa hjálpa Bakkus að komast inn á B-sæti að hafa aldrei verið þetta er B, eða ekki 4 leikmenn þar tilbúinir, engin með ofvirk. Já, við vorum að drepa vappan í ævi
Það er engin, þú veist, Fjórir ólíklegast að þeir séu að fara að býja. Já, eða svona 4 leikmenn eru ekki á B, kannski 3. Dom með 7 HP eftir hvað? Ég misti af því. Og ATH brennur, situr eitthvað í mólunum að halda æfiðinu. Þeir líka, ég held að Saga sé að kasta þessum rauðasmók frá spawni, sko. Eða hvað? Það eru, ég er búinn að sjá eitthvað, menn eru með mörg line-up frá spawnu, ég hef ekki alveg... Ég veit af smóknum sem lendir í stiganum hinum megin, sko, en ég vissi ekki að það væri smók þarna. Ég veit samt ekki hvort hann sé bara að strauja rauða í byrjunum rándum og neglunum, sko. Það gæti líka alveg verið. Svo þetta, ef Bakkus er ekki að díla við framalega smókin frá Dóm, þá er þeir að díla við hennan framalega smók í rauðasteg og ég meina þetta getur hellinga tíma hjá þeim og núna er þeir að lenda í því vandamáli að ofvirkur er ekki með entry og núna er þeir bara í 5v5 og ég raun ekki með neitt map control fyrir að Seni straujar út 5-una og nær einhvern veginn að lifa. Þeir fá 3 kill bara Ok. Það tekur ekki annað skot, sér hann vippast upp og er mjög tilbúin út frá því, kemur sér í þröngvalínu, nær þessu killi, en er þetta ekki bara safe? Hann er reyndar ástæða sem hann þarf eiginlega að reyna og gerir það en nú er við samt 1 á 3. Það er auðvitað 12 og 5, þannig að þú seivar ekki í overtime-inu, sko. Já, reyndar rétt sér. En ég veit ekki alveg hvað gerist þarna úti, ég menna við vorum að spekka okkar mann þarna inni, sko, en á meðan við vorum á því þá var No-Brain með 2K entry inn á A-sætið. Já, við... Ég veit ekki alveg hvað gerist þar. Það er alveg smá blunder fyrir vörninni hjá Sögu. Ég get ekki ennþá sagt þér hvað liðið lítur betur. Mér finnst það vera alveg svolítið mikið bara að horfa á saman liðið báða megin, sko. Mér finnst þetta bæði lið eru á 90%. Gætu, þú veist, við erum búin að sjá, ok, allir eru on. Svo kemur næsta round. Þá einhvern veginn bara svona, nei, nú eru hinir on. Þetta hefur líka bara mjög mikið verið bara contact play og löppin, sko. Ég meina, þeir eru bara að lappa út allt, fá pick eins og svona. Kanna málið ATH í fílastöðuna þó hún muni kannski ekki skila miklu nema hann farið lengra sem hann er eitthvað að kanna. Þarna er kostur að vera með ATH en á sama tíma þá eru bara hans leikmenn búnir að falla. En hann er komin bombur að næstu því en maðurinn kemst á undan Senni, er örugar að fara að planta henni. Hefði getið verið hættulegt. Og fer allavega yfir á B-fíla það ennþá meira, bara settu því í guaranteed. ATH mun halda þetta sé aðþanglan er nú nálægt að heyra bombuna. Og sérðu líka hvar Blaster er, situr bara hérna og býður eftir hann. Þetta er aldrei bara ekki. 18. rándið fyrir Bakkus og hendin upp, segir Blaster. Blaster er komin í 33, sko. Þetta er svakalegt. 33 kills og hann er on. Já, þetta er svolítið erfitt að segja hvað hefur virkað fyrir Sögu því að þeir hafa eiginlega bara svona ég meina þeir áttu þennan góða fyrsta hálfleik en svo hefur þetta eiginlega bara verið eitthvað ég meina það hefur ekkert þannig sé verið eitthvað sjáanlegt plan hjá þeim sko. Attack-liðin var aldrei góð. Nei. Hún var allavega ekki styrtileg og sýndi hliðin. Það voru þeir mjög aggressífir en þeir halda því áfram. Dóm, hann reynir að fara í gegn en nær ekki neinu. Verður sér bara feldir hérna jafnóðum. Þeir sprengja smókinn, sjá ekkert í gegn en vita af hvort öðru. Og verður komin ofalega, sækir kill frá kössunum. Næstu því spreyjaði niður en tekur stökkið. Það fer í ökklan. Blaster framanlegur en kýs að bakka þeir eru núna komið með advantage, segi ég. Þá fellur No-Brain. Ætlu að spila bara út frá þessu en sjáðu hvað þeir eru lágir en 4. Og það er eiginlega bara, þú getur unnið leikinn hér og nú ef þú spilar þetta rétt. Fyrst byrnir 1-2 mennindi sem geta haldið Sögu áfram gangandi í train og mínúta eftir til að vinna með. Framhaldaðir Blaster er bara nógu ótrúlega til að sækja sér 34 kills og ekki bara það heldur sigurinn Bakkus. Ég hefði aldrei gískað á þetta. Ég sagði samt í byrjun
2-1. Ég sagði 2-1, þannig að ég fæ að fara heim með það. Ég allavega hafði rétt fyrir mér, en ég sagði aldrei hvor liðið það væri. Nei, já. Það út af því ég get ekki einu sinni ennþá giskað á. Við erum að fara yfir í Núk, þar sem að Saga á heima. Og ég meina, þú sagðir það líka áðan, þú veist, Bakkus, þeir eru líka alveg vanir að spila Núk. Ég meina, það gæti orðið til að við fáum ennþá betri leik það að þeir fara með momentumið yfir. Já, þetta er auðvitað Saga, ég meina, ég held að Saga hafi pikkað Núk í öllum leikjum nema hérna á móti KPJ. Já. Og Bakkus hafa pikkað Núk í öllum leikjum. Þannig að, já, þú meinar, þannig að þetta er bara favorite pick. Þetta er bara heimavöllur á móti heimavöll, sko. Við erum bara að fara að fá bról núna. Já. Ég er þetta alveg til í það og ég veit að þið heima eru líka til í það því að við ætlum að fara í stutt hlé áður en að við, já, sjáum Núk leikinn á milli Bakkus og Sögu ekki fara langt. Ég held að það gæti verið overtime í vændum. Já, hann er kerið 24.000. Það getur alveg góð standi, sko. Ættir að Strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, það er BLT27. Já. Flott, maður. Ég sagði flott, maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bye. Come on!
Já, verið velkomin aftur. Við erum þá, búinir með train mappið sem að fór í overtime og þetta var skrautlegt overtime. Ekki bara það, Árni, heldur fengum við Bakkus sigur í sínu mappiki. Það kannski kemur ekki óvart, en það að þeir hafi unnið fyrsta mappikið á móti Sögu sem að eiga að vera sterkari kom smá óvart. Já, þetta var eiginlega bara leikur af hver hefur verri télið. Þetta var eiginlega bara ógeðslega bitlaust þegar liðin voru terf. Ég hef engan rétt á að segja þetta út af því ég sko level 5 faceit eða eitthvað, þannig að ég má ekki segja, núna skilur ég má ekki segja svona. En ef þú setur 2 þig saman þá er það 10. Nei, við myndum bara vera fyrir hvort öðrum, sko. Ég myndi finna leið til að trufla mig, sko. En mér fannst eins og liðin fundu enga leið til að trufla hvort annað í þessum leik. Þetta einhvern veginn, þetta var eiginlega bara skrappi, langar mér að segja, sko. Já, og það sem að bjargaði Bakkus í overtime og þá byrjuðu loksins að vinna einhver terround er bara Óli Ofvirkur að labba ævi með appan og fá entry í einhver 3 eða 4 round. Blaster. Já, Blaster aceið auðvitað líka, það var terround. Og meina bara, það hvað endaði með mörg kill? Var þetta ekki 34 eða eitthvað? Eitthvað svoleiðis. 33, 34, hjálpar. Það segir kannski til hvað þurfti mikið til þess að fá loksins terround á borði. Að vísu. Ekki nema bara ace og repeated opnanir og... Og ég meina, hvað heldur að Ace hafi líka gert fyrir það bara í voicecoms? Ég meina, þarna færðu drifkraft, sko, ef hann þurfti. En Saga þurfa drifkraftin yfir í sitt map pick, þeir fengi hann ekki beinlínis í treininu, en þeir geta nú huggað sig við það að þetta er staður sem að þeim líður vel á. Þannig að þeir geta kannski verið öruggari í þessum defaultum og eitthvað svoleiðis ef þeir hafi ekki eitthvað endilega strax. Myndirðu segja það? Já, og þeir eru líka meira confident í roundunum sínum í njúkinu, þeir eru mikið að vinna með það að strauja bara niður secret eða vera með Wizard einn úti í einhverju lurki á meðan þeir eru að fara rampin eða eitthvað svoleiðis, það er meiri samvinna og cohesion í roundunum þeirra í njúkinu heldur en nokkur roundi í train, sko. Já, sem líka bara þarf að vera í mappi eins og nú, þarf líka að vera í train. En það er bara svo gríðarlega langt á milli allra og þú ætlar að vera að koma úr öllum áttum, sko. Já, og þetta er líka, þetta er auðvitað þeirra mappi, þannig að þeir mun líklega spyrja terr. Já. Og það er alveg, historically hefur það alveg verið brekka að byrja terr í njúk. Ég meina þegar við förum tilbaka í Go þar var að tala um 11-4 hálfleiki og eitthvað svoleiðis, sko. Það átti að vera góður terrhálfleikur þannig að það er 4 rándum af 15. En maður hefur alveg séð það í CS2 að það kannski skiptir ekki það miklu máli og það er alveg jafnvel ekkert óvænt að sjá fleiri terround heldur en C-terround í leik. Okay. Það er eitthvað við nýja CS2, runnan gunnið og meiri chaosin sem að favorar terrin meira því að þú hefur svo ógeðslega mikið af valmöguleikum í njúkinu og En liðir auðvitað ennþá að byrja að setja því að það er kannski smá erfitt að breyta úr vananum og það er meira stabílt og eitthvað svoleið, sko. Líka að koma úr eins og ég segi mappi svo varst að tapa og kannski ég væri til í að byrja á rólegum stað eftir þennan leik. Það er kannski ekki gott fyrir Sögu að þeir þurfa að byrja núna á terr og vera svolítið strax komni með eitthvað plan. En eins og ég segi, þeir allavega eru á stað sem að þeir eru vanir að spila á og þeir hljóta þá að hafa eitthvað bara í bókinni, ready to go. Þó að segja ekki beint í kollunum á ADHD og þurfa að koma eitthvað on the spot, þá eru þeir alltaf með eitthvað skrifað og geta það farið með það inn í leik. Já, ég held líka, Saga, hvernig þeir spila njúkið eru bara mjög gott counter og ég er að segja counter í svona veigustu merkingu. Þetta er ekki viljandi counter, þetta er bara svona accidental counter út frá því hvernig þeir spila, er að hvernig Saga spilar úti er alveg mjög gott counter við hvernig Bakkus spilar úti. Því að Bakkus eru meira að gefa plássið og ná þér í svona línum og eitthvað svoleiðis, Það er ekkert ástæðulausu af hverju það er talað hyperactive alltaf í rain, skilurðu, er að því að hann er alltaf að vera með vippalínuna og eitthvað svoleiðis. En á móti hefur Sögu sem eru mjög mikið að ýta úti og þeir taka plássið og taka svæðið. Já, og það væri ekkert óvænt að sjá þá vera mikið að taka fætin við hyperactive eða no brain úti og það
þú veist, snowballar, þú veist, leiðu þú ert búin að ná útispilaranum og þú ert kannski að spila á móti liðið sem meira að spila þá ekki upp á að vera með útkontrólið, að þú getur, þú veist, þá allt í einu getur þú farið vippað, þú getur farið niður, þú getur farið hell upp heaven eða þú getur farið rampinn og sem 4 CTR eftir það er engin leið til þess að díla við það í raun. Óvissan afsakið í loftinu af því að þú sækir ekki eins og þú segir, infóið. Ef að Bakkus fari ekki að sækja infóið, þá getur Saga verið svolítið á shift-takkanum, labba bara með frá smókinum og þá er óvissan eins og segir. Þú ert líka örugglega með þennan smók nefnilega bara nýta benda þarna á, sem að leyfið þér að labba líka inn í vippa sem eins og segir, plan B. Svo ertu með byrni í hurðinni og þú veist, þetta alveg Ég sé alveg fyrir mér að þetta verði mjög terror-sided nuke-leikur svona gegn því sem við sáum í Train, ég meina Train var mjög CT-sided en ég sé alveg fyrir mér að nukið sé terror og ég held að sko Bakkus mun ekki vera með nákvæmar lausnir við því sem að Saga er að gera en á móti kemur, ég veit ekki hversu vel vörnin á móti hjá Bakkus mun vera á móti Sögu, þannig að við sjáum fyrir. Við þurfum allavega að sjá til eins og segir, hérna byrjar tísætið hjá Sögu þannig að þeir fara á rampinn og láta útisvæðið bíða í bili, en þarna kemur einhver vafa sem þeir hætta við að fara niður. Blaster búin að spotta og búin að kóla það, þannig að þeir ættu að vera snöggir rótandi en ekki nógu snöggir. Bomban er komin niður, AT-AT er komin upp, Blaster er einn í chaosi núna og það er þannig að, já, Saga neglir pistolrándin núna. Ok, momentum komið í gang og geta núna farið, já, á þægilegri hraða inn í þetta kort. Veistu hvað Bjarni Þór kallar þetta ránd? Var þetta eitthvað strategy? Þetta var strat sem hann kallar ADHD. Er það málið? Þetta er strat sem við höfum runnað sko í 3 iteration af liðunum okkar. Já, þetta er, ef þú vilt eitthvað ADHD strat sem er bara ADHD strat, það var þetta pistol round. Það var textbook round. Skrifið það niður í bækurnar, þið getið replayað roundið, enda horta á þetta líka á YouTube-rásinni eða spilað aftur hjá okkur á Rafíþróttasamtök Íslands eða RISI. Við erum með replayin í gangi, ég þarf allavega að fletta því upp, en þeir allavega Saga halda sínu momentumi gangandi og fara núna strax úti og eru búin að sækja sér gríðalegt svæði en þurfa samt að stræka eitthvað staðar. Hægt og rólega, pislurnar eru ekki að fá neitt séns. Johnny kýs að bakka á mjög góðum tíma líka, en það verður það til að Birnir spottar hann og er með hreint sæt. Silent drop niður og þetta er bara að lockdown. Ég held að þeir búist ekki við því að þeir séu komið svona ógeðslega langt inn. En þetta, ég held að þetta gaf þér svona smá þef af hverju máttu búist við. Ég meina, ég held að voru 10 sekundur liðnar á rándinu og Birnir var komin í helvið. Já, góð punktur. Og ADHD er bara einu skref á undan hérna megin í Trainin, eða núkin afsakið, þar sem að hann já, líður grannlega best. Það er bara strax farin að refsa sparinu og það er eitt stórt hú í kameruna. Annar round fyrir Sögu og já, bros á mönnunum núna þannig að þeir fara aðeins hamingjusamari inn í þennan leik. Hvað getur Bakkus, hvað þarf fyrir Bakkus að gera núna ef þeir vilja? Þeir geta ennþá unnið þetta 2-0 en það er rosalega erfitt og já, þú veist. Þeir þurfa bara að vera með gott teamplay úti og góður reactions inni og rampnum þegar að þú veist, þessi stíl fyrir í gang því að ég meina, eins og rampspilarinn með okkur útismókar þá er rampspilarinn í hættu því að hvenær er oftast væri ramp vanalega er það þá eftir útismókana því að þeir eru að reyna að beita rotate og koma svo rampinn og þú veist, þeir þurfa að vera með rotateinn niður á hreinu, þeir þurfa að vera með gott info og það er eitthvað sem að Bakkus geta alveg gert. Ég meina kjarnirna hefur verið info-liðið í deildinni, þú veist, sem spilar upp á infoð í mörg ár en þetta eru auðvitað kannski ekki beint sama line-up þótt að Ofvirkur og no-brainer ennþá hann inni sko en þeir eru með tólinn, spurningin bara hvort það geti hérna dösta rikið af og vippa þeim út. Akkurat. Bakkus allavega að fá fyrsta svona kaupið sitt núna og já, það þarf þá að byrja núna en
minnum á það, þeir eru einu mappi yfir og þeir geta ekki tapa leikjaseríunni þó þeir tapi þessu mappi en þeir verða nú mjög fegnir að fá að klára þetta í 2-0 á móti Sögu. Já. Snemma í háttinn. Snemma í háttinn og Blaster, ég meina, sko, ég vil sjá hann gera það sama og hann gerir Train, kannski svolítið mikið að búast við á honum, en þú sagði sjálfur, ef hann fer í gang, þá getur hann haldið þessu no problem. Já. Og hann þarf eiginlega bara að gera það, fara með sama leik yfir. Ofvirkur og Hyperactive eða NoBrain geta þetta líka, ég meina, hafa gert þetta lengi saman. Bakkus núna fá allavega info undan, en þeir fá ekki hikkin og þetta bara niður. Þetta er bara búið. Þeir ætti bara að vera að spara. Þeir fá eins og ekki gera það, við sætti bara, já. Það sést að þetta var mjög snirtilegt ránd hjá Sögu, bara... Þeir voru... Þetta er dæmi líka hvað útisvæðið gefur og tekur sem CT. Ég menna þú... Í raun Bakkus taka áhættu í byrjunarrándinu. Blaster byrjar niðri, þannig að þeir eru í raun ekki með útispilara fyrstu 15-20 sekúndur á rándinu og 15-20 sekúndur á rándinu er akkurat nægur tími fyrir Sögu til að taka þetta innisplitt. Þeir ná að lurka í gegnum vippan. Bakkus voru með vappa í hefðin en hann sér ekkert vippa. Nei, bombaspringur og seifið rétt sleppur, engin annan nálægt. Mikilvægt seif. Mjög mikilvægt. Ná að kaupa með þessu líka, þannig að það verður ekkert mál þar. Ég sé líka að þeir virðast vera búin að henda Grey Hyperactive NoBrain inn. Hann er ekki úti lengur. Nú, það verða breytingar. Blaster er komin út. Heldur að það sé út frá, heldur að sé fyrirfram planað, heldur að komið bara út frá treinleiknum? Ég bara veit það ekki. Það gæti alveg verið að Blaster sé útspilað í Train, sko. Nefnilega, maður sér það nefnilega, sko, að þú vilt oftast hafa sterkustu rifluna líka á þessu úti svæði. Já. Sérstaklega þú ætlar að vera að sækja svæði og svona sem að hann er kannski ekki alveg að gera. Hann hengur þarna í kringum og er að spamma en ef hann skildi búa til eitthvað confidence þá gerir hann það dóm. Vissart hérna, komni með opnun, þá er bíð opið. Það er einn maður að fara í rónu og ekki einsku farin. Þeir virðast bara ætla... Þetta lítur að vera safe. Það ekki, bara þetta er kallað þetta off. Já, það er búið. Það er svo yndislegt að horfa á Vissart í 1v1s. Hann gerir þetta að svo mikilli list. Ég meina hann siglar hana endalaust þangað til að, þú veist, ofvirkur er bara, ok, hann er, þú veist, ég veit núna hvaða hæð hann er að píka í, ég veit hvenær hann er að koma, ég kom með timingin niður. Hvað gerir hann? Hann krabbolkar inn í línuna, undir crosserinn, nær killinu. Það veist þú, wow. Þetta er eitthvað sem þú lærir í 3 og 4 íló leikjunum á Facebook. Ég heyri það, sko. Erum við þá að tala um, er það þetta þú kallar donkey? Já, það er að svinga hana inn og croucha svo. Ég sé það að Johnny ætlar að fara að spara, Blaster ekki svo heppinn í... The donk slide, held ég að... Já, ég hef séð þetta. Erum við ekki að tala um það sem að þú svona píkar og tekur þetta svona, eða... Nú fáið þið ekki heima hvað ég er að gera þetta. Þetta er mjög majestic. Eða ekki, takk fyrir. Það er eitthvað svona... Já, það er, þú veist, að því þú módelið þitt er svo ógeðslega hratt í síðast þannig að ef þú bara svingar inn í línuna, crouchar, þá basically er ekki hægt að hausa þig. Er það ekki? Já. Þetta er... Þannig að ofvirkur er bara ógeðslega locked inn á að príma akkurat það sem að hausin hans væri á timinginu sem hann er búinn að vera að píka, en hausin er svona einum eða hálfum búk neðar. Þannig að við ættum að fylgjast með Vissart þegar kemur að þessu. Þess sem ofvirkur var líka Vissart nær að leika sér við hann því að ofvirkur var ekki með neitt cover. Þú veist, hann var bara að standa hann inn í open. Já. Það meina Vissart var með vegg til þess að leika sér með, sko. Einmitt. Þá yfirleitt bara er maður með buxurnar á hælum. Já, það var svolítið dauður, sko. Það er þannig. Sérstaklega þú veist að gæðin að atast í þetta bara... Þú þarft eiginlega bara að vera heppinn, sko. Þú þarft að hitta á tímasetninguna í hausinn, sko, annars ert eiginlega bara dauður. Það er bara svoleiðis. 5-0 fyrir Sögu og ég meina, þeir byrja vel. Við sáum líka byrja vel í bara langar bara að segja nánast. Flestu leikir segir spilaði ekki. Það er bara... Já, þeir allan að virðast elska að taka 8-4 eða 9-3 hálfleiki og tapa svo leiknum. Það er alltaf hægu byrjunna í seinni helming. Já.
Má segja það. Það er þessi halftime pása sem að sleppur í manni maður. Andskotinn maður. Nei, þetta er svo sem mætti búast við. Ég veit ekki til þess að sko, þú veist þetta Bakkus line-up spil, það hefur ekkert spilað mikið saman, þannig að það er ekkert þannig séð með eitthvað svör við því sem Sagar að gera sko. Ég meina að þeir líka... Þetta gæti reynda að vera svar, ofvirkum með vapn á ramp. Alright, það er, já, hann er komin út. Hann er bara skjöldur og vappin. Hann á hann eða ekki, en hann allavega nýtir hann til fulls, ekki bara fulls heldur í tvist. Bakkar ekki einu sinni út frá þessu og hann heldur ennþá línu. Birnir, hann nær honum samt sem maður, en þristur fyrir ás, eða fyrir einn, er bara gull. Nú ertu með 2 leikmenn eftir í térliðinni, Birnir og Vissard. Að vísu sterkir leikmenn og ennþá verra náttúrulega er að þeir eru ekki að spila úti, þannig að Vissard og Birnir eru þannig séð óvitaðir. Menn þurfa að spá í öllu kortinu, þannig að ef þeir spila þetta rétt þá geta þeir komið sér í að minnstakosti 1v2 eða 2v2 afsakið og mögulega plant. Þeir allavega kjósa að gera það að hlamma sér saman áður en þeir taka næstu ákvörðun. 50 sekundur eftir og hafa eitthvað utility á baki. Já, það er Birnir með nánast allt hérna. Já, sér að Bakkus veit ekki neitt, þeir nota smoke í vippan. Því að þeir vita í raun ekki hvert þær getur verið að labba. Blaster er líka þarf að pæla í sko bakramp og baksecret. Þannig að það er alveg mikið af möguleikum í boði fyrir sögu og því lengra sem að tíminn rennur út því öruggari verður Bakkus kannski að halda þessi að spara eða eitthvað svoleiðis. En þeir ættu nú að fá bombuna frítt inn að Birnir með hellinga utili. Glerið er brotið, Blaster galopinn, ístur ekki við þeim. Tímasetningin er svo! Oh my god, þetta held ég að Birnir væri búin að falla þarna, en góð tímasetning. Senni, einhvern veginn lifandi. Oh my god, wow. Hefði getað farið úr skeiðs eftir fá fyrsta roundið sitt hjá Bakkus. Snirtilega, nei, en samt sem áður fá það. Þetta var vinnanlegt, ég veit ekki alveg hvað Vissard var samt að gera að taka upp grenuna þarna. Þeir voru ekkert eitthvað að fela það að þeir voru að hlaupa singlehurð sko. Nei, nefnilega ekki. Þetta... ég var mjög hræddur þarna með sprayinu, þetta leit ekki snillt út, en svo tók hann bara betri ákvörðun með því að færa sig síðan yfir á sílóið, eða það ekki með því að, ok, ég er ennþá að vera disruptive á meðan að seinni maður kemur inn og aðstoðar hann. Þannig að... Já. Búið pláss. Búa til aðeins pláss og bara pressu. Bakkus 1 round og þeir fá það allavega fyrr í þessari leikjaserju. Ég verð sáttur þegar Bakkus fær round ekki á bakinn á Óla Ofvirk 3K. Þegar þeir ná 4 roundi þá byrja ég að trúa að sé til hliðin hjá þeim hefur eitthvað tennur sko. En ef að Blaster fær bara 4K það sem eftir er að leiknum núna. Það var alltaf bara Blaster, en... Þá er Blaster 2-0 yfir á móti sögu, myndi ég segja. En ef allir skiptast bara á 3 næsta round, þá getur ekki sett neitt út á það, nokkuð? Svo sem ekki. Nema þá kannski setja ég eitthvað út á sögu fyrir að leyfa því að gerast. Það er þetta, já, mjög fair. Ofvirkur, hann fær ekki 3K núna, en hann fær að halda lífi, hann tekur ekki takt. Bullandi í vesenni, sko. Núna er hann að fara að spila ógeðslega lélega lína á móti Riffil sem hann getur hreykt sig út um allt. Enda betra að hann fellur þarna, þannig að já, Vissard er komið með sætið núna. Líka bara einn í þessu. Allt þetta chaos. Johnny! Það hefði getað verið svo gott hlaup í baka. Fær einn. Það, já, opnast en þetta er samt 4 núna leikmenn á móti 5. Ég líka, þú veist, það er... Bakkus er í raun ekki að bögga útismókana neitt. Ég meina, Saga að taka útismóka og Vissard getur bara hníf uppi, hlaupið, engar áhyggjur í heiminum, það er engin gren að koma í hann, það er ekkert spam, það er ekkert að gerast og eina sem hann fær á móti sér er vappin í sko LAN-línu sem að er hann kannski ætti að hitta þessu skoti en þetta er ekkert eitthvað auðvelt skot til þess að hitta sérstaklega á móti einhverjum svingandi með AK sem er mjög nálægt þér, þú veist, þetta er erfið lína þótt að þetta sé bara, þú veist, beinlína sko. Þannig að, eins og ég segi, vörnin hjá Bakkus er kannski ekkert eitthvað ógeðslega góðan á útisvæðinu og það er akkurat svæðið sem að Saga abjúsar sem mest. Já, meiri segja sko, finnst mér pínu magna að sjá, Saga er ekki búin að vera sko
þú segir, þeir eru að bjúsa en þeir eru samt ekki að bjúsa eins mikið og þeir kæmust upp út af því að Bakkus eru bara ekki til staðar þarna. Nei, en þeir eru akkurat að bjústa það svona óbeint með því að sko nei, að því að Bakkus þurfa að vera aftarlegir einhvers staðar niðri eða með einhvers konar info þannig að þeir eru, þú veist, aftarlegir niðri ramprótetið er lélegt af því að þeir þurfa að róteta þessum eina gæja niður þannig að þeir ná í raun bara með því að hóta þessu útisvæði þá ná þeir rampnum mun fríar, þeir eru útisvæði frítt og þeir þurfa í raun ekki að leggja neitt metnað í það að taka þessi svæði því að þeir fá það í raun bara frítt fyrir einhverja 2 útismóka. Ég er að taka eitt síðustleik með þér eitthvað. Ég er að læra svo mikið núna, sko. Nei, ég er bara úreltur Counter-Strike spilari. Úreltur? Það má ekki segja það, sko. Það má ekki segja það. Svona, já, það hæga niður í leiknum, mun meira og þá virkar það fyrir Blaster. Ég meina, þú veist, það tekur alveg 15-20 sekundur fyrir það að koma hana upp sigritið. Já. Og ef að Saga og hægir úti, þá þú veist, þá virkar það, já, eins og sést. Hann er kominn og núna þurfa þeir að spá hvort hann hengur þarna eða ekki. En þeir kjósa að reyna að fara inn í staðinn. Það eru treyð jafnóðum í báðar áttir en NoBrenn endar á því að loka þeim með tvist og það sækja þeir annað rándið sitt. Ég væri til í að sjá Blaster aðeins bögga þá úti meira og þá meina ég að rífa smókinni eða jafnvel fara fram og því að þó að hann fá ekki einu svona killið eða neitt, ja, neina kalla fyrir fram að sig, þá fara hann infóið. Já, ég veit eins og ekki, ég hef ekki verið að fylgjast með því, sko, en ég held að þessu eins og ekki að taka mollan, sko. Þeir eru allavega ekki, þeir eru kannski að sprengja smókinu á slæði, en mér finnst þeir aldrei... Ég held að þeir séu eins og ekki að hóta því að þeir séu framlega, sko. Einmitt. Já, ok, hann tekur djúpan smók. En það er hann gerir ekki neitt, þegar þeir löpur í gegnum hann. Já, þetta er bara nákvæmlega eins og þú sagði fyrir leik. Þeir eru bara að bjúsa þetta og í þetta skipti er enginn til að taka móti þeim. Blaster er að við sérna, Mollin kemur stein, en ná að snemma! Já, koma sér yfir, gullfallegt sækja makkkontrólið, það kostaði á hellingslíf, en spacið er nánast betra. Góð neitt þarna og Vörkur bakkar aðeins frá hann en heldur ennþá sömu línu. Þetta skiptið er Kítla aðeins í öxlina á honum, hann er samt ennþá lifandi. Nú eru þeir konum með plantið og mögulega 7. rándið nema að Shenny finni eina leið inn í rándið. Hann gerir það að vísu en þá er treytað NoBrenn upp í rampinum. Nú er Vörkur þar einn fastur með 13 HP. Vill hann spara eða vilja þeir reyna? Skúna gera... Já, hrista á höfuð, upp og niður, poppa aðeins þarna og það er heldur bara komið safe ákvörðun, þeir eru ekki að fá neitt, það er engin leið inn í þetta. Það er langt, sko. Langt hlaup og þeir vita líka hvað hann er en þeir ætti ekki að henda þetta, komast þeir upp með það. Dom, hann reynir að hlaupa kannski eftir. Nei, Saga ætti ekki að henda þetta, þeir eru eiginlega bara engan pening í það. Nei, einmitt, og ég meina þó þeir kæmust þarna þá komast þeir ekki í ofverkna mann síði sig. En þannig sérðu sko Blaster, hann er alltaf að byrja niðri en það er enginn að tefja það úti, þú veist, það kom ekkert á móti. Það kom einn smókur hana aftast en það er raun, þú veist, það gerir ekkert það því að það er alltaf smókur á milli rauðagáms og bláagáms þannig að terrarnir eru bara alltaf að fara í gegnum þennan smókur sem er. Já. Og þú veist, það er enginn molli, það er enga greinur, það er ekkert spam til að tefja þá. Þú veist, Blaster er rétt svo nýkomið niður vendið áður en að hann fær 3 í andliti. Já, ég sá einn molla sem þeir hendu alveg í byrjun en hann lendi svo afturlega á rauðu fyrir nú þegar konum með 2 leikmenn fyrir framan það þannig að þó að... Ok, hérna er eitthvað. Býttu, Blaster núna framlegur ákveður að fara í... Já, og blasta. Ætti að vita. Núna, ekki kill, ok. Eftir afsakið. Dom tekur kill í gegnum smoke. Það er svona crazy að þeir cleari ekki close vinstri. Ég meina ef það er gaur og rauðagám þá er alltaf gæði close vinstri. Er það málið? Það er alltaf. Það er bara í hverju einasta útplay. Ok, 90% skipti. Já. Það er ekkert 100% sko. Ég spyrir bara því að ég þekki ekki sko. En já, það er hugmyndin. Þú vilt ekki fara einnana framalega nema koma þér í burtu eða verið með treyt í kringu þig en þeir eru allir frá 8 rándið aftur og Vörkur heldur þá gangi þetta alltaf að segja en opnar aftur sénsinn fyrir það. Nú er Birnir og ADHD 1-2 eftir báðir með fullt af B. Shenny 1 á 2. Hvar er hann? Getur verið hvar sem er? Já, sést að er vita að hann sé rampspilari. Já. Nei, þetta er hefðin að lobby. Flott angulana á Birnir. Gekkir hann til Birni. Já,
með rauðagámsplayið, það kannski einn í því ef það vappi, því að þá getur Ég hann ætla að tekið segja, fætinn og bakkað, en ef þetta riffill á rauðagám, þá líklegast alltaf annar, ef ekki þriðji gæinn með honum úti. Einmitt. Það ógeðslega ekki oft sem við sérðu riffill á rauðagám og það enginn með honum. Einmitt. Vilt hafa leið út úr þessu líka. Það ekki bara nóg okkur killin, en ég menna svona multís og eitthvað þannig, það skiptir samt ekki máli. Já, þess vegna er það svo hættulegt um leið og terrarnir vita hvað þú ert að gera, því að þá... Bara molli eða greinir eða... Nei, þeir geta bara farið inn. Ég meina, þeir vita að séu 3 gæjar úti og þeir geta bara farið eitt annað. Ef þeir eru nógu hraðir. Það er þetta. Þetta var eins manna lobbykunum sem ég sá rétt, sen ég er samt ekki komin í gegnum smókin. Pistolan, já, fætt. Johnny fær 3. Býttu. Nei, 2 ásækið, en samt. Hann... Það er svo mikið klassík að þetta sé rándið sem að veit Já. Alltaf þegar svona, þá eru saga nei, bakkur. Það er eitthvað með Íslendinga og bara vera með lillarakaupið. Já. Ég sver til Guðs, það er einhver annar gír sem að fer í gang þá. Mér finnst ég alltaf vera að segja þetta, en þú veist, þetta er svona, ég segi þetta í djóki en minna og minna. Þetta er myndalegt. Hvað er... Ó, nei. Það var ekki skemmtilega lína fyrir Johnny þegar Seni er upp á þakki, sko. Já, en aftur á móti, vissarðu núna að pæla bara, þú veist, það meikir engan sens fyrir vatn að vera einn annað, þannig að riffillin hlýtur að vera eitthvað nálægt. Og hann er aldrei að fara að búast, þetta er þetta kannski að besta sem getur gert í stöðunni. Ef hann er frábært, Seni endar samt á því að taka þetta og það munaði mjóu, en þeir taka þetta, þiggja þetta. Þetta ránd var ekki fullkaup. Þetta var force eða ekki, á vatnið þarna, en það voru þá 5-7s. Þetta var bara force niður í 0 held ég. Já, Johnny bara var með... 5-7s, 1 eða 2 M4-ar og eitthvað svoleiðis. Johnny með 2 kill og 5-7 og það var eiginlega, það var fyrsta killið sem hann opnaði, ekki, þannig að þriðja rondið, ég menna hvernig segir fá það, þeir fá það, þannig að þetta var líka niðurstaðan áðan í train áður en að Saga eiginlega bara gáða frá sér eða Bakkus stigur tilbaka, þannig að ég ætla ekki alveg að útiloka það, en Seni framalega og þetta er svo gott og flassið klikkaði eitthvað hjá þeim, þetta blindaði 2 af sínum leikmönnum. Heyrðu. Þarna heyrum maður bara flautið á baku eyrað. 4 á 3. Þetta er líka vinnarlegt. Ekki... Þetta er erfitt retake, sko. Þetta er erfitt retake. Þetta gæti orðið mjög gott. Skún! 8 HP og 2 og hann er alltaf búinn að gera þetta, já, aftur að vinnanlegu randinu sögu. Þeir eru konum með bombuna niður og Birnir leggur, já. No-brain er að hugsa núna bara, ég var að koma úr T, hvernig er ADHD komin í T? 9-3. Já, Saga bara abjúsa í raun það sem hafa verið að gera allan hálfleikinn og strauja bara rampinn og róteti er ekki nógu gott hjá Bakkus og já. Þetta er magnaður leikur sem við erum með fyrir framan okkur. Við erum í mappi 2 þar sem að Saga er núna með forskotið og eins og eru samt í þessu mappi en Bakkus eru einu korti yfir. Tóku það í overtime móti Sögu áðan í treynaðir að tjúna inn núna en niðurstaðan var nákvæmlega svo sama fyrir hálfleik 9-3 fyrir Sögu en svo tóku Bakkus og sneri þessu við eftir að þeir fóru í akkurat hliðina. Þannig að Richard dinkar hana í vippa frá útigæðanum þannig að hann þarf að gefa plássið og Blaster ekki styrtir þetta Fæsen heldur áfram blokkan á sig en þá komast þeir niður bomban þeir eru reyndar búnir að róteta manni strax niður Skún kominn á sinn stað er bóksaður og reynir að fá killið hérna á Johnny nær því ekki og bomban fer örugg niður 3 á 3 í pistolunum, bomban er byrjað að tikka, Vissart finnur no-brain og þá er allt í einu keiraðir inn, það er go time og Skún er komin inn með kúrikabissunar, veit hvað síðasti leikmaðurinn er, það er Blaster en 1 á móti Vissart sem er í 4 HP-um núna, getur nánast ekkert gerst, hann er þurrkaður út Blaster. Er þetta confidence-ið sem að þurfa líka inn í Nuke? Já, hann var gæinn á hann sem að svolítið setti Bakkus í gang. Já, þetta mætti svo sem vera aðeins meira clean sko, en
Þetta svo sem kannski karakteræsar Bakkus. Doesn't have to be clean. Doesn't have to be clean to finish it. En mér langar bara að negla það sko af því að það var Blaster Asian sem að svona, mér fannst allt líta snirtilegra út þá við fórum í overtime samt sko. Já, Asi var það ekki fyrsta round í OT. Þú þurfir að hugsa clutch chance Ég er að hugsa one v two. það er rétt sér. Clutch chance. Jæks. Ég sá eins og hvar fyrsti dó. Nei. Ég var að tala um mig. Þrír eftir hjá Bakkus, þetta er svo fram og tilbaka. Þetta er klassik nuke. Vinnur pistol en það er auðvöldrándið sko. Sem tel. Mér finnst, convert-rándin er eiginlega verst sko. Það er eitthvað við þau eru óvinnanlega í njúkinu sko. Allan að ég vinn svo mikið af svona ránd. einmitt. Þeir finnst bara að vera það er nú aðeins búið að laga peningin núna undanfarið. Þeir samt með tigluna ekki í haus en þeir lifa 5. já. Þetta er svo erfitt því að þú ferð út, þá eru skátaður, þú ferð inn, þá eru 5-7-aður, þú ferð ramp, þá eru 5-7-aður. Þannig að það er eiginlega engin góð leið áfram sko. Einmitt. Þú veist, ég væri frekar til í að lappa rampina á móti M4 heldur en 5-7 sko. Já. Þú veist, það er alveg, 5-7 er galið broken í þessum leik. Já, ég bara sérstaklega, mér finnst þess að allir sé að nota hana, mér finnst hún vera jafn mikilvæg núna og þegar skópaði riffinu. Já, ágirinn, já. Þegar hann var allt í einu svona, hei, þetta er broken. 5-7, hún er ekkert eitthvað breytt en hún er það er allir að abjúsa hana núna, sko. Ég get svo sem ekki sagt mikið, en þegar ég sé ennþá með að CS:u í kvipa, nei, hvað gerist núna? Ég ætla að segja að ég tek alltaf P250 yfir. Hann gerði það líka þarna og P250 kill. Birnir endur þessu jöfnu og ennþá eru Saga með forskotið en það hefur ekki alltaf skipt máli. Bakkus eru bara fokkalegir með þessa pislur, 2 tekkur, 1 degla og City leikmenn eru svona hlammaðari saman núna sko. Já, það sem að bjargar þessu randi smá fyrir CT-na er að vissar var að klíra úti, þannig að núna ættu þeir að bindinni líka lappa inn í ískur en vandamálið er að eru auðvitað niðri eftir að ef að Bakkus fara svo bara ekki niður þá kannski skiptar ekki neinu máli og vissar þeir að horfa á hefinni frá CT-spáni. Já, ég senda bindinni niður, ok. Það er ok. Það var alltaf bara það var enginn sem var að horfa sem að hérna þetta myndi gerast. Vá. Þetta var killið sem að fara með tiglum. Og beinir vippar. Pistol, þeir eru báðir lágir. Hann getur þakkað fyrir það. En ég ætla að vera tíma. Já, nær honum rétt þarna. Johnny er núna eiginlega bara að spila fyrir clutch en það er ekki mikið til að vinna með 15 sekundur. En úr pistoli þá reynir alltaf. 5-7, there you go. Þetta var rússíbannið maður. Þetta var rússíbannið. Það er eiginlega búið að vera bara það sem Þetta skot á gæjan shit. Ég trúi ekki að hann hafi verið að horfa á hanga. Hvað þá að hitta? Í fyrsta líka bara. Já, og þetta var, ég held að hann hafi verið crouch-píkandi gæinn sko. Ég held að hann hafi tekið þetta crouch-píkandi. Crouch-píkandi hann upp við... Einmitt. Já, þetta var alveg... Það var ekkert predictable anguleitt. Það er kannski ef þú ert að horfa eitthvert þá ert að horfa þangað sko, en þótt þú sért að horfa þangað þá ert ekkert endilega að reddi að skjóta sko. Nei, gæti að verið flikk í höfuðið. Dómer, ekki með réttu byssuna í þetta. Þú veist ekki gera þetta. Nei. Þarna sér maður einmitt hvað pistlunar eru sterkar þegar þú ert bara með hann í flota. Farið allir inn með þetta, opnar hurðina, Bíddu, eru þeir ekki að komsta? Þeir heyra þetta! Af hverju er hann nei! Double-hurðina þegar 2 vinnir hans eru inn í double? Unlucky, góð tilvöri. Kemur næst. Hvað segir, hvað vartu 3 mapp? Það var... Dust 2. Er það... Sko, sem karriér-rampspilari þá finn ég til með dómana að standa upp á kassanum og heyra extinguishið og ég bara ég klúðraði. Já, það ekki, af því að þú getur gert tvenn. Ok, ég ætla að reyna að
bæta fyrir klúrum mitt og ná bara 2Ks og bakka svo, eða þú getur bakkað strákar, þeir eru allir Hann reyndar hefði nú, hann hafði nú tíma til að bakka sko. Ég segi það, en viltu samt ekki bara, strákar, ég gaf rampinn. Þurfum ekki að tala um það meira. Virkur, þetta er bara búið. Já, þetta er ekkert, það er ekkert í gangi hér sko. Johnny og Virkur, 1-2 eftir núna að vita einu leikmannum, ekki bara það, heldur síðasta leikmannum. Það er þannig að við erum að kalla þetta gott, það er 13-3 eða ekki, 13-2 sá það ekki, en 13-4? 13-4, Það ekki? jú, Dust 2, það er bara, sko, þetta má ekki vera þeman áfram hjá báðum liðum, langar mér að segja, en ekki Bakkus. Þeir missa fórskotið sitt þarna og þú veist, þetta er, sko, Dust 2, við getum þakka fyrir það, þetta er svolítið simpul map, þannig að ef þú ætlar að fá einmitt ofvirk, blaster og þessa hard hittera vissard til að bara skína þar, þá er þetta alveg svolítið mappið í það, eða ekki? Jú, en þetta er svolítið líka mapp þar sem að Saga er svipað og þeir voru í Njúkinu, er að þeir eru að fara að runna góð long take á móti, þeir eru að fara að runna mikið af middu bíum og spila með rotatið og hafa ADHD að horfa á rotatið þannig að þú kemst ekki auðvitað að milli. Okay. Þannig að þetta er svolítið í höndunum hjá ofvirk þetta næsta mapp. Það er út af línunni bara og hann þarf að vera bara vappinn til Já, það þarf bara að vera vappinn sem að neitar í raun rifflunum plássi. Þú veist, rifflanir með ekki vera að labba shortið, þú veist, ofvirkur þarf að vera með killinn þar. Rifflanir með ekki fara í early pick long og ofvirkur þarf að vera killinn þar. Þú veist, þetta þarf eiginlega að vera svolítið svoleiðis, sko. Er þá það ástæðan fyrir því að bara Bakkus, ég meina þeir eru, náttúrulega allir þekkja Dust 2 skilurðu, en Bakkus þeir þurfa núna að gera einmitt eins og það talar þarna, eitthvað snirtilegra svona á móti eða stöðva þessi execute sem að getur komið eða lesa á. Myndirðu segja að playið væri að fara á móti þeim, sækjast í eitthvað info eða ættirðu bara að spila þetta default og reyna að spila af hvort þau eru þeirra execute kemur loksins? Sko ef að Saga er að fara að spila Dust 2 eins og eru vannir að spila, þá komast Bakkus eiginlega ekkert neitt á undan. Nei. Þannig að þess vegna er svo mikilvægt að því að vappin getur verið með, þú veist, pickið og svo bara farið. Hverfa, og þú veist, leiðu í svona hröðum playum, leiðu nærð fremst á fyrsta gæjanum, þá svona fellur eiginlega allt playið niður og það er eitthvað sem þið þurfa svolítið að treysta á og það er eitthvað sem ofvirkur hefur líka verið mjög góður í og þú sérð alveg oft þegar ofvirkur er að spila Dust 2 leikir að hann er alveg 20-30 frögg, sko. Einmitt. Þannig að já, við þurfum allavega að bíða og sjá hvort að Saga gerir það sem að þeir eiga geta gert, en þeir þurfa að fara yfir í næsta mapp og spila aðeins snirtilegra heldur við hefum séð, en það sama má segja Bakkus. En við ætlum að taka stuttar auglýsingar áður en við förum í Dust 2 Brawl í síðasta mappi. Þið megið ekki fara langt, þið viljið horfa á þetta. Já, bíllinn er nýlega búinn í gang, sko. Það eru 2 eftir áferðinni og hann er alltaf farið til heklu og allt sem hann er alltaf farið. Og hann er líka nýlega yfirfarinn, það er búið að skipta olíu, það skiptum allt í bremsu. Fyrst að passa allt. Nei, þú þarf ekki að færa í því, við sjáum hann allt eftir alveg frá aðtölu. Nei, þú dauður! Þú dauður, maður! Þessi bissa er eitthvað stóma. Nei, hann sé ekki dauður, sko. Hann er rauður, hann segir að hann er rauður. Þetta er kollegi minn, hann talar um ekkert rauðan bíl. Nei, á klukka 3 mánudag. Það er ekki vandamáli. Já, passa mér yfir, passa mér yfir. Come on!
eftir það er Dust 2. Bakkus, þeir voru ekki til staðar í núkinu Árni. Þetta var... Nei, og við skulum ekki gleyma rándanum sem þeir unnu. Ég meina, það var, ofvirkur 3K-ið, þarna var Já, einmitt. það var pistolið. Og svo var og þetta eina ránd sem að þeir náðu plantinu hjá Sögu var það ekki rétt sem og Já. svo komu þeir mjög seint. Já, Það er ekki svo þeir voru að vinna einhver ránd út af brilleri eða eitthvað svolítið. Nei. Það var bara einhver gæja ákvað að drepa 3 eða eitthvað. Þetta var skrambul og ég sagði við því þegar við fórum með auglýsingar og sagði ég við því að ég svona, ok, er þá ekki Dust 2 kannski bara best fyrir ykkur að fara ef þið er ekki með neitt til að bjóða en þú kemur og útskýrir fyrir mér af hverju það er bara ekki keisið af því að þetta er svo, ef að Saga er að loka á það á A og loka á það á B og það verður til að þeir þurfi að rótita þá ertu að labba í línunni hjá ADHD. Já, og ekki einu sinni kannski endilega bara ADHD, þeir munu örugglega líka vera mikið með að, þú veist, ef að Bakkus er að gefa þeim Mitsubishi frítt og þeir komast út í gegnum hurðina, þá eru þeir örugglega bara að fara að planta gæjar. Ég meina, allan að í Face-It og ég býst við að það verði svipað í liðarleik hér, þú veist, vissar þetta mikið fyrir það að bara lörka út CT eða lörka út hurðina í áttina B-inu og grípa rótitið. Þannig að, þú veist, þetta er alveg brött brekka fyrir Bakkus og það er alveg margir, ég ætla ekki að segja margir, en það eru nokkri hlutir sem að þurfa að fara rétt fyrir þá til þess að þeir séu, þú veist, reiðubúnir fyrir Sögu í þessu mappi. Já, ég bara, sko, svo fer það aftur út það. Saga, þeir eru búinir að, komu þarna með slægin í treinin alveg þó svo að leiti ekki styrtilega út. Sama með í núkinu, þeir komu með slægin þar, en þar fyrst fannst mér þeir líta vel út. Já. En það var líka þeirra aðal map-pick eins og við erum búin að segja alveg, þú veist, það er comfort mappið þeirra. Dust 2, þeir náttúrulega hleypa þessu í gegn, skilurðu, en er þetta jafn hátt á lista hjá þeim þegar kemur að vítói? Er þetta eitthvað sem við myndum til dæmis einhvern tíma að pikka? Já, ég held að sko þetta sé, þeir eru reyndar ekki mikið að pikka það lengur. Ég held að það sé bara því að restin af liðinu, ég held að þeir séu kannski ekkert ógeðslega hrifnir af Dust 2, en ef þú fer tilbaka, ég veit ekki, 1, jafnvel 2 tímabil, þá er þetta mappi sem að Saga var að pikka. Þetta er mappi sem allir var að banna á móti þeim, þeir vildu ekki fara í Dust 2 á móti Sögu. Þannig að Bakkus ættu að vera með svona, grófa hugmynd, ég meina við vitum ekki ennþá hvor hliðinni þeir lenda á, þannig að ef að Saga þurfa að byrja að tísa til dæmis, þá þurfa þeir að vera með eitthvað til að bjóða upp á strax. En hnífandi fara fram hér á longinu og það er þannig að Saga tekur hnífinn. En það er líka kannski gott að taka, að nefna það að fyrir Sögu þá er þetta basically heimavöllur ef þú ferð tilbaka 1,5 tímabil eða svo. En fyrir original Bakkus sem voru Ármann og þar á undan KR er að þetta var þeirra mapp. En aftur á móti, ég held að þetta sé ekki mikið mapp fyrir Blaster Sini og Johnny. Þannig að ég veit ekki hversu mikið sko, þeir spilast inn í þetta. Ef þetta væri original Ármann line-upi þá væri þetta bara geggja mapp fyrir það. Ég er allavega, ég er spenntur að sjá. Við erum búin að sjá það báðir í kvöld. Að leikurinn er búin að vera scrappy, það má segja það. En pistolinn þau eru það alltaf, þannig að við sjáum hérna þannig byrja longi. En það er yfir á B, það var alltaf planið. Hér er búið að opna B-sætið No Brain og Blaster, hann allavega bara sýnir inputið. Hann er á longinu og sækir 2 og það er ekki eins og plantað á hennu. Bara kemur alveg í blá lokin og vita hvar síðasti leikmaður er núna að hangsa. Vita ekkert hvar Blaster er. Þetta er unnið rán fyrir Bakkus. Byrja vel. Það er líka ofvirkur kemur þarna út B-tunnelið með dúllunar. Á flegiferð skýtur einu skoti og það hausar. Já, ég sá líka, ég það svona... Bitnin er ekki búin að sjá stakan mann og er komin í 5 HP. Já, og líka bara, þú ert ekki í, það er ekki eins og sett í að spila headshot angle. Þú ert að spila headshot angle kringum spammable hlut, skilur, og þú ert 5 HP. Núna er þetta bara svona... Eitthvað að labba hana fram hjá hurðinni, þú ert ekkert eitthvað... Nei, þú segir bara, stráka, B er þeir eru með B. Það er bara... Spörum bara. Og það er hérna, ég fíla þetta, Skún framalega og mjög framalega, hann
getur valið sér góða tímasetningu, hann gerir það en hann tengir ekki, fyrir ekki skráma frá honum maður, ég trúi þess ekki, jú ok, 28 á B, ég tek það tilbaka, en þetta var ekki snirtilegt, þetta hefði getað farið betur, Bakkus eru núna 4 á 3 og þeir eru með allt mappið. Understatement ársins, þetta hefði getað farið betur. Hefði bara átt að fara betur. Þegar þú replayar þetta sko 99 sinnum, þá í 99 af 100 skiptum það alltaf kill. Já, þetta átt að fara betur. Sko ég er alveg típiskur til að gera eitthvað svona sko, en æks. Þeir eru nýlega búin að nerfa M59, hún er ekki... Það er enda rétt, já, það er enda rétt. En hún var líka allt of sterk á síðan tíma, eða ekki? Já, hún var alveg fáránleg, sko. Þú gast bara, þú hættir ekkert að reyfa þig og drafst allt, sko. Þetta er svo erfitt þegar þú ert manni undir með lélegt utility og léleg vopn og þeir eru bara að labba lón. Það er eiginlega ekkert sem maður getur gert í þessum setja. Nema, já, gott, vel tímasett flass í gegnum smókin. En ef það átt engin flush og þú ert með 2 skáta og einhver pislur, þá þú ert ekkert að fara að flassa hana í gegn, sko. Nei, þetta er góð byrjun og þú sagðir að hann Blaster, svona veist ekki alveg hvað hann fellur inn í þetta og Johnny Blaster, hann er að skila sínu, hann sækir 2 í pistolinu og 2 í þessu rándi og þetta voru bæði svona multis, allt á sama fítinu, þannig að hann kemur sterkur inn fyrir Bakkus og þeir eru með 2 ránd á baki en þeir hafa það momentum, það eru 3 díklur hérna hinum megin, 5-7 og P250, en held nefnilega að sko, Blaster og Seni bæði í kórdrengjum og í IFH spiluðu ekki Dust 2 sko. Þannig að ef þeir eru eitthvað mikið fyrir Dust 2 þá er það í facelift sko. Það meikast á sens að þeir sé að gera skaðan hérna megin. Halda þessu áfram. Þú skýtur alveg bara í haus saman hvort þetta sé Dust 2 að train eða nuke, þannig að þessi meina kannski frekar að þú ert ekki með ADHD ennþá að kasta þeim fram og tilbaka og rotate, en þeir fara með bombuna allarleið niður og ekki bara það er 1 maður eftir ADHD, þannig að þeir díla við forsið mjög vel, þeir saveið afsakið. Nú, ADHD er ekkert sem heitir að spara hana, ekkert heldur til að spara, hann er með dígluna. Er ekki steppið gefið? Jú, allavega infóið komið upp og þá bara bakkar hann. Færir sig frekar. Þetta er mjög gott merki fyrir Bakkus. Ég meina, það sem við vorum að tala um þá í train og það sem er svona kannski ströggluðu mest með var að þegar einhver einn gæði fékk kontakt þá var eiginlega engin annar ready til þess að vera með honum. En þarna þú sérð þeir eru að koma upp shortið, longgæðin er með mjög góða tímasetningu í að koma bak og þeir eru að gera þetta allir saman. Þú veist, það er engin að taka fight deyja og svo 2 sekúndum seinna kemur einhver annar gæði. Einmitt. Þetta er rosalega svona synkronæst hjá þeim. Þeir eru að spila út frá hreyfingum annars staðar, segjum það bara. Já, og þú veist, aftur, þeir eru 3 að labba tunnel, þetta er ekki eins og þeir séu bara í einhverju defaulti bara eitthvað að gera ekkert, sko. Hvernig er hann ekkert blindur á þessu flassi? Hvernig vinnur þú fighting? Hvað var það flassið? Hann blindaðist ekkert á því? Það gerist ekkert við hann. Bara, ég veit ekki hvort það lendi bak við pillarinn eða eitthvað. Það hlýtur alveg að vera. Kannski er þetta í spekkinu svona smá, fer ekki nógu langt eða eitthvað. Mögulega, I don't know. Það er bara... Það er weird. Þeir eru að fara að labba beint í vatn á sjálftinu. Hann er eitthvað ekki með línu. Þeir eru með double smoke, Ok, góðu smókur og... Þetta er alveg eitthvað. Þetta er eitthvað. Ok, hann tekur hausinn þarna af. Veit ekki hvort það var kollagt, en allavega, þeir fara með bombuna niður, en 3-3, þetta er allavega svona næstu líkurnar sem Saga hefur verið í að taka allavega ríteki.
fjórða rándið inn og Birnir, hann byrjar á að opna þetta og nú eru þeir tveir eftir, Skún og Birnir, en þeir geta ekki spilað saman, hins vegar geta þeir spilað saman rándið. En Byrjum með Molla. Mollin kemur út og þá ætti Svingi að koma út á longinu og hann spottar, Ofvirkur heyrir kólið þó hann sjá það ekki sjálfur, en maður á fullri ferð á leiðinni þangað, Skún sækir fyrsta rándi fyrir Sögu og þá getur Saga aðeins slakað á núna. Ég líka að sjá góð merki á Sögu sem ég hef ekki séð í seinustu 2 möppum flössin þeirra eru góð, þeir eru að flassa fyrir konan hans. Ég meina, auðvitað, ég veit ekki hvað gerðist við flassi hana í B-tunnel, en það átti að vera gott. Og þeir flössuðu Birni inn í retake-una á shortinu og hann í raun næstu í 2 útfæði. Þannig að teamplay hjá báðum liðum í þessum appi sem við höfum ekki séð í seinustu 2 möppum. Ég ætla að segja þetta bara áðan eftir þetta rándið. Það virðist vera bæði lið séu núna öll komin inn í seríu. Þannig að núna er alltaf að fara að gera. Nú er alltaf að fara að gerast og ég er all for it og þið heima ég bara vera að horfa á hana leik með fullum áhuga. Ég ætla bara að segja strax það fer eitthvað ógæðislega náðan. Hér kemur gott blast en Issa stendur á svo góðum stað og þetta er eiginlega bara perfect counter. Þarna var maður á réttum stað á réttum tíma. Hann hlýtur að hafa preppað þetta. Hann hlýtur að hafa verið með, þeir eru örugglega að fara langpoppa. Þetta var geggjað og líka það er ekkert jafn gott og ég meina, strákar, þú heldur þessu með hugmyndina, svo er það actually það sem að gerist. Það er bara nótur að þú bara puffur út chestið restina af leiknum og bara, herru, ég er inn í hausnum ykkar, sko. Já, ég meina, þú sér það líka því að Dom var ennþá hana. Já. Hann var eins og ekki að hugsa að fara tilbaka. Nei. Þeir voru greinilega að spila vörnina upp á þetta, sko. Þeir voru báðir með þetta setup tilbúið og ef að Vissard fellur þá er maður nr. 2 viðstaddur. Já, þú veist, vanlega leið og rotatorinn eða Dom í þessu tilfelli búið með smokið sinn, þá er hann farinn eitthvað annað. En þú sér það að þeir eru að spila ADHD bara ennþá í miðjunni og hann hreyfir sig ekki. Og þeir eru með bombuna þannig að þeir styrka þetta long svæði. Þetta er spar, sko. Þeir eru bara að reyna að spara þetta hérna, held ég. Ekkert annað í stöðunni hérna fyrir Blastur og Virk og hvað þá með Vappan lifandi og núna búinn að fá 1 kill. Frábíka Vappan. Núna ætti Saga að fara að ná í hann að Vappa. Blastir er alltaf að fara að halda þessu öruggu frá hann og Virkur, þetta er bara gullfallið. Þeir eru að spila spari með þessi að vel, skiljum. Þeir eru bara, ég sé B-tunnel og þetta er þægileg lína fyrir hann til að halda. Ég trú ekki að Birnir alltaf að reyna við þetta. Nei, hann ná í Vappan, hann lítur að vera, sko. Já, ok, rétt sér. Já, þeir fórna ekki fleiri mönnum í þetta. Nei, já, bara þarf þess ekki. Eins mikið að langar að taka Vappan af honum. Sléttum bara. Það er fara inn í næsta rand með einum færri AK. Þeir hefðu örugglega verið til í 3. AK-en en svona er það dýrt að henda. Spilum við það smart 2-3 núna og Saga konum með 2 ránd hérna saman. Geta sótt 3. en það var sparað, Bakkus, Ofvirkur og Blastir með rifflana á sér, restin er ekki svo snirtileg en Ofvirkur ættu að sjá taka hérna krossin, spottar engan, þeir eru 2 farnir yfir á B, sérum að halda þessu en 3 á A-long og 1 núna með rotatið á miðunni. Þeir eru mjög hægir hjá Bakkus, þeir ætla að fara að hætta þessu rándi. Já, en þeir voru Ofvirka að leita og þeir tóku tunnelið mjög hratt, þannig að þeir vita nú að vörnin er aftarlega hjá Sögu. Það er ekkert að gera svo shortinu heldur. Það er örugglega bara tímaspurningamál hvenær þeir staðfesta það. Aftur á móti er Saga með annað gott líkina og eru bara 2 menn reddi að taka á móti út hurð. Ofvirkur er insane að reyna þetta, en ég er all for it. En þurftu líka bara að gera, ert að fara að spara Vappan aftur, ég meina, það var kannski heimur, en hún langar bara að koma, ekki leyfa rándin að deyja strax. Það var bara, vörninni á Sögu virðist vera bara, það er spurning hvort það séu inn á teamspeakerinu hjá Bakkus. Já, þú meina það, þeir séu bara að lesa það á bara lásu longpoppið og lásu mitt og bíið. Já, og voru líka þarna 2 á réttum tíma. Já, geggjum possum aftur bara. Dom var, held ég, bústaði þarna upp, tilbúin ef að splittið hefði svona hálf heppnast. Já. Og það er rétt sér. Saga þeir eru að spila líka vel. Þetta er ekki bara killin sem er að fara þeim í hag, þeir eru að spila þetta snirtilega. 3-3 og hver fær forskotið? Ég ætla bara að segja 6-6 helmingur, strax. Ok. Ég ætla að segja það strax. Þessi. Ég elska þið, sko. Og ég held að samt verði slegist fyrir því, sko.
Þetta er mjög hefðbundin svona anti-eco vörn hjá Sögu. Ég meina það er mjög vinsælt að vera með 2 riffla yfir á B-inu í þessu rándi. Og ef þú ætlar að vera með 2 riffla á B-inu þá þarftu að láta undan einhver staðar og það er að þú ert ekki með aukamann á A-inu, þannig að þeir eru bara 2 A-megin. Þannig að þú gæti sagt að þetta sé líka mjög lesið hjá Bakkus, en ADHD, hann Það er búast líklega þegar Ó nei! Það er no-brain eftir á ADHD því að no-brain tekur hann þarna og það er bara bomba niður og bara, þú veist, þetta var eina. Þetta er nákvæmlega svo sagðir. Já, þeir eru með sterkt B-hold, en það er líka líklegt í svona ígóðum. Hann þurfti að hitta þessu skoti. Bomban hefði mögulega getað farið niður. Býttu, hvað er... held að hún var á aftastamanni Já, ok. Bomban fer niður. á endanum. Já, Birnir er núna, þú veist, bomban fer niður. Birnir fer að leita því að, þú veist, kannski bomban fyrir niður. Þetta feikja... Bomban fór allavega niður, Fór niður. en það var ekkert örugt, sko. Ég ætla ekki að segja að ég sé einhver vappi, sko, en ég hef vappað. Og þetta er akkurat, þegar þú ert vappi og það er svona pressa á þér, ok, ég ætla ekki að segja pressa, en það er svona smá á þér að vera í svona hinum hefðbundu vappapossum. Já, ég veit Eins og að vera á bílnum og horfa á short. En vandamálið við það er að það vita allir að þú sért akkurat þarna á akkurat þessu mómenti Einmitt. og sko, þetta var geggja skot hjá no-brain, en þetta er líka bara, Þetta er alveg... hann er ekki neins þar annars þar. Nei, nákvæmlega. Og hvað Þú þá bara- í þessu rándi, þú Já. sér engan enn og A, hvað er fyrsta kontakt? Það er einhvers staðar þarna. Það er engin vappi hérna í miðunni, þannig annarkvort er vappinn á longinu eða hann er að horfa á shortu frá bíl. Það er mjög góð punktur. Bara, Þetta er bara pre-fire og bomb. en tökum það ekki á honum, hann hittir góðu skot. Skiptir einhver máli að vera með rítið og þú hittir ekki skotinu. Nei, nákvæmlega. Nei, ég er bara, já, það er vont að vera í þessari stöðu sem vappinn, sko. Virkur, hann tekur út vappan, ADHD fellur núna á miðjunni og það, já, Bakkus, mögulega að, já, þetta byrja vel, Ofvirkur ennþá betra núna, ég meina nú er allt í hennu og sérðu hvað að gera, strax yfir á B, þeir eru búin að lesa þetta út frá hvaða leikmenn eru eftir, vita Skún ætti að vera einnina, Skún þarf að fá multis upp á 10, en það gerist ekki hér. Þá fer bomban niður og Það Ofvirk. stefnir allt í ofvirkleik Er í það málið, við erum með 11-4 snemma. Það er ekkert betra en að horfa á ofvirk í Dust 2. Er hann svona the blaster of Dust 2? Hann er the blaster of Dust 2. hann er the original, sko. Hann er the original 40 bomba í Dust 2, sko. Hún verður valla ofvirkar en hann. Ég er all for it, sko. Það er mér að segja, sko, seinast tímbil minni mig, það voru, sko, Bakkus, ég held að þeir voru ennþá Ármann þá og þeir voru að ströggla. Ég meina, þeir voru alveg neðarlega í deildinni, Já. en á Dust 2 þá voru þeir, það var ekki hægt að vinna á. Það er Þótt að þeir voru, þú veist, verra liðið í deildinni. Já. Það var bara því að, þú veist, þú fórst með það í Dust 2, Óli Ofvirkur, 35 kills. Maður sér þetta ekki mikið út í heimi þar sem að ég meina liðin eru almennt bara lélir, en sum lið þú getur ekki verið svona lágt á toppnum og átt bara eitthvað mapp. Þú veist, Nei. það er einhvern veginn alltaf eitthvað sem getur challengað þig. Það er vandamálið við íslenskan CS og íslendinga almennt. Sko, Dust 2 er mjög flass heavy map. Já, Þú veist, þú þarf að flassa línur til þess að komast áfram. já, einmitt. En Íslendingar eru með eitthvað ofnæmi fyrir því að flassa. Okay. Þannig að það er mjög auðvelt fyrir vappa að vera í þessu mappi af því að þeir eru aldrei flassaðir. Einmitt. Þannig að þeir eru bara að halda línu og, þú veist, drepa. Ég ætla að reynda að verða og sögu aðeins þarna þegar þú segir flassi og það virðist vera ekki að flössu virki ekki hjá sögu. Við sáum Já. að þeir hafa flassað að minna. Það bara virki ekki, það er bara, Það er ofvirkur með aðra opnun. við fáum bara bíövörur sko. Bíövörur. Það er rétt, önnur opnun. Hvaðan gerist þetta? Á longinu? Eða hann. Hann hefur örugglega, Vissart hefur örugglega kíkt á undan smóknum eða eitthvað. Og Birnir, hann fer út á longinu núna og fær infóið en er það of seint. Ef ADHD fær þetta info þá getur verið að Birnir bakki frekar. En hann kýs frekar að fara áfram og það gæti verið rétt ef að hann heldur lífi. Ég trú ekki að ADHD sé lifandi. Þeir lifir hann. Oh my god. Þeir eru ennþá tveir lifandi. Bomban má fara niður
en retakið er svo sterkt og það munur örugglega bara gerast sem ég aldrei að fara að búast við 3 á longi. Þetta er rotation á sögu bara, þetta er gullfrægt. Núna er þetta allt í einu skrifað, þetta er möguleiki og ég heldur með þess að viti að mannum, yes, þetta er bara búið, hann reynir að beita þetta út, reynir að prífæra, var ekkert annað í stöðunni, spottuðu þarna eitthvað í hann, byssuna eða eitthvað. Vappan í Dust 2 maður, það er bara veisla, vappa veisla. Fyrir ADHD, hann reyndar fellur þarna svolítið snemma eða ekki í fyrstu rándunum. Já, ég held að Ofvirk var með 2 opnunir á mótunum með eitthvað svoleiðis, Á akkurat hann, já. Hjálpar ekki að hann sé counteröðinn, sko. Nei, akkurat. Þetta er svona, ef ADHD vinnur vappafætinn á móti Ofvirk, þá vinnur hann rondið. Ef Ofvirk vinnur vappafætinn á móti ADHD, þá vinnur hann rondið. Þetta er að fara að vera svona franchise player á móti franchise players. 2 stórir karakterar. Bakkus eru mikið að spila upp á að fara heavy hana í lobbyið, ná neðra, hrætti við pushið og út frá því taka shortið. Það var svona mjög hefðbundið Dust 2 round. Alltaf múti hafa saga hingað til að hafa ekkert verið mikið í því að pusha neðra eða neitt svoleiðis, þannig að Bakkus hafi í raun verið að taka shortið og fá allt þetta map control mjög hratt, sem að 30-40 sekúndur. Snemma konum við makvadról og geta þá haft... Já, snemma og frítt nánast, sko. Þú veist, þeir eru ekki að nota neitt í util, ég held að þeir séu eins og ekki að flassa shortlínuna þegar þeir kíkja neðra eða neitt svoleiðis, sko. Það er engin molli á shortið snemma eða neitt, en hérna koma þær út middubíið, það er ekki stakur maður í tunnel, þetta verður erfitt fyrir Terrana. Það var búin að heyra þetta og búin að klera hann og hvað er að gerast, hvernig anskotanum er tóm lifandi. Ofvirkur, ok. Við erum ekki einu að sjá þetta. Er ég komin í eitthvað fríverði? Viljum við bara eins og... Þetta er eins og með Grifju-spilaran í Inferno, ég meina þegar þú ert að lappa upp shorti í Inferno, þótt að sé engin CT í Grifjunni, þá ertu samt hræddur við það. Af því það er alltaf CT í Grifjunni. Það er eins þarna fyrir sögu í CT-holdinu, er að það mitt og býjar ekki án þess að vera með gæja í B-tunnel. Eiginlega ekki, nei. Þannig að þú varst með Sillugæjan basically bara permanently að horfa á tunnel, sem að skildi dóm eftir einan í horninu. Já, það er góð punktur, já. Af því að þú veist, hver middubíjar ekki með tunnelgæja? Nei, hann líka bara, og þó að væri smókur, ég meina, leið og execute byrjar, ég meina, þar geti verið ADHD að koma út úr smókin. Þú veist, þetta er, já, þú verður að horfa á eitt af 3 valmöguleikum. Þarft að horfa á B-tunnel. Þannig að þetta var gott call þarna hjá Bakkus að fara bara allir og bara gjörsamlega eyðileggja þetta fyrir honum. Ofvirkur sér að ADHD er með línuna held ég, að það var heldur fyrir lifandi. Þarna kemur utilið. Gott flass, en heldur hann ekki af línunni og ADHD heldur hann bara ennþá gullfallegt. Þá sjáum við slaginn fara sögumegin í hag þegar kemur á vappanum og núna mögulega tekið þetta yfir til sín. Eins og finnst mér bara Bakkus vera að spila betur þó svo að skorborti sína ekki, en við erum ennþá í Terra hliðinni. Flessin eru ennþá að halda þessu gangandi. No Brain spottar hérna að það fer enginn með þessu flassi að minnstakosti B megin frá. Þeir eru 3 á B núna og það verður til að, já, ef þetta er A, að þá... Þeir eru með Diglu að bíla að halda sjálfstinni. Hann er með Diglu, hann er aldrei að fara að hitta. Er það nokkuð? Já, en þetta er svona kannski ekki byssan sem ég myndi vera með í þessari stöðu. En, Bissart, treytir þetta út, alright. Smá seldur. Frýtt, en... Heyrðu. Jump no-scope aðna. Jumping no-scope hjá ADHD, hver hefur ekki reynt þetta? Honum tekstað. Bara blastir núna einn á móti, já, það er bara búin að besta er ekkert á næstu en ADHD komin í baki á honum. Þeir eru komin með 6 og geta bara jafnað eða unnið helminginn. Bakkus geta gert það sama, jafnað eða tapað helmingnum áður en þeir fara yfir í 70 hliðina. Alright, við erum allavega komin með ekki 9-3 helming. Já,
Það er það sem að skiptir máli. Tilbreyting í lífið. Tilbreyting. Því það þá við förum ekki í overtime eða við erum ekki Menni stopp. voru með, já, bara þú bjargaðir þannig meina. með eða, sko. Með það, Já, eða já, stoppar. Já, Fáum við... hvað er það þá? 13-11 eða? Ég veit, Er það mér eini lang- valmöguleiki? Sko, það er sem ég segi, ég vildi meina það að því við sjáum bæði lið núna, allir er heitir, skilur við. Heyrðu. Ofverkur ekki síðist, skilur við. Að við fáum bara jafnan leik út allan tíman og það er bara ekki í þessu rondi. Ofverkur finnur opnuna en við setjum skún saman negla þessu playi niður. Nú er það bræðirnir tveir sem að fara þetta á shortið og það er enginn til að taka móti þeim strax en smókurinn kemur rosalega þægilega tímasettir. Ef að skún fellur núna, þá eru þeir með að sætið. Spottar, heldur sér lifandi, góð nade en þeir fara ekki með henni. Ofverkur er strax komin í postplant stöðu en NoBrain á undan kemur sér fyrir á sandbags og neglir honum niður. Dom, hann ætlar bara að snemma í þetta eða allavega bugga að snemma, þeir eru ekki núna að planta. Eitthvað að hindra með það og eru þeir að gera þetta. Ég trúið ekki að þeir tveir Ofverkur er núna allt til búin að breyta þessu 2v4 í 1v1 og NoBrain endur á því að loka þessu fyrir þá og þeir taka 7. rándi fyrir Bakkus. Þetta er dúo. Ofverkur 17-7. Ofverkur 17-7. 17-7. Ég veist að það var að hata en 17-7 fyrir hálfleik. MR12, mind you. Hann er bara, ég veit eitt tilvík þar sem ADHD vann vappafæt á móti Ofvirk. Annars hefur þetta bara verið Ofvirkur að drepa hann, sko, ekki einu sinni, við erum ekki að tala um að hann sé búinn að vera að leita á honum og drepa hann, við erum að tala um að hann er búinn að vera að drepa hann bara 5 sekundur inn í rándið, sko. Þetta er sterkur leikur, 6-6 eins og ég spáði, misti í Mac, en nóg eftir af þessum leik því að bæði lið er að spila vel, ég ætla alls ekki að taka það af þeim. ADHD tekur opnuna hérna fyrir Sögu og þetta er svolítið svipað ránd og við sáum nákvæmlega eins og Bakkus á hann. Það er svona að saga þeir byrja á að atast í A-longinu en svo enda er á B. Einn maður B meginn á vatninu. Og Johnny... Næ, svo langt í alla. Perfect tímasetning þarna. Gætir ekki verið lengra frá. Nei, eiginlega ekki. Bara... gullfallegt. Kit, nei. Bláir. Það liggur... Nei, hér... Johnny er að horfa á long. Verst er hann spottar að fara út, þannig að hann eiginlega svolítið fastur núna nema að fá einhverja aðstoð. Þeir geta refsa á þeim. Þeir voru svo langt í burtu, þeir eru að klera sko, Johnny var að klera longið og þeir voru að klera mitt. Þannig er ekkert kitt, þeir hafa ekki tími í þetta. Nei, bara vissi þetta að vera nógu óþolandi til að bara garantíja rándið. Þeir vita þannig að þeir eru bara að fara á móti þeim og með stælum. Saga tekur ránd númer 7 núna með planti í pistoli. Alrighty. 7-6. Kemur Force núna eða eru Bakkus að fara að spila leikinn út? Ofverkur, eigum ekki bara að gefa þér frekar vappa og við bara spilum síðan út leikinn? Já, en ég held að þeir séu ekki með vappa jafnvel að þeir spara sko. Það var heimur þar sem að Johnny hefði geta kannski búið til peninga. Nei, það er rétt þegar. Ég meina kannski frekar að við sjáum ekkert eitthvað svona Force, þetta taka double-tíklið, er það ekki? Já, það séu bara, já, upgrade pistol og... Þannig að maðurinn þarf ekki 700 kalla pistlan, hún gerir sitt. Og Blaster opnar shortið, nei býtu. Já, hann draf hann top mid. Ok, hann kemur sér inn á stæð, hættulegt en langaði að vera hetjan í þessu mappi. Oh my god, Blastið er gott en ekki kúlan, tengir ekki þarna. Nú er þetta allt í einu sinni og NoBrain 1-2 eftir þetta er mjög erfitt rítætt. Það er ekki bara að fara að gerast, það er satt. Núna, það verður voðalega lítið utilegur kaupa hérna, ég meina þeir efna á B-gæðin getur keypt sér smoke, A-gæðin getur keypt sér flush, kannski 1 smoke. Já, þeir kaupa ekki hérna. Nei, láta þetta eiga sig og Ofverkur er strax eiginlega bara komið með hálfgerð spar fyrir vappan eða ekki, jú. Já, hann keypti scout, býstu við að sjá hvort hann ætti að efna á honum. Átti ekki efna á honum, þannig að hann fór í dígluna í staðinn. Fíla það, hann er allavega strax með spar, ætlar að fara yfir í sitt vopn. Saga, finna geðveika opnun hérna inn á B-ið og þetta er bara búið og gert.
Bakkus eru bara að fara í næsta ránd. Þetta 9. rándi fyrir sögu. Herru, Skún 15-7. Bíddu, já, herðu, wow, það rétt. Skún leikur. Skún á móti Ofvirk. Skún er rock solid player, af því sem að ég þekki hann. Og það er ekki mikið meira en bara að hafa spilað nokkra leiki með honum á Facebook. Eiginlega bara áður en hann fer hingað alla leið í ljósleiðadeildina og hann er ennþá að gera skaða 18 kill núna komin á mannin. 16. En bara það sem ég manna á honum, það er að hann er aggressífur. Þannig að fínt að hafa hann í þessu entry frakker róli eða ekki? Jó, ég held að veit ekki til þess að hann hugsi mikið þegar hann spili CS, sko. Sem er oftast bara best í þessa það ekki? Jú, þetta er perfekt fyrir hann örugglega að hlusta bara ADHD og Bitni og gera það sem þeir segja, sko. Það er bara mjög perfekt, sko. Maður hefur alveg verið þarna þegar maður er bara hauslis og það er bara þægilegt þegar þú ert með eitthvað sem er að kóla fyrir þig. Það er ógeðslega þægilegt, sko. Maður fattar alveg valjú í því, sko. Og hann eflaust er að spila vel út frá því 16 kilo honum og hann þarf að vera ástæðan til að Ofvirkur fara ekki að komast upp með hennar leik, sko. Svo ADHD ennþá með vappan og hann ég meina við vorum að tala hann fyrir leik, ekki Ofvirk. Já. Ofvirkur er highlightið hingað til þó svo að Saga sé að standa sig vel. Ef ADHD vaknar alveg og gerir það sem við vitum að geti gert, að þá er þetta bara garanterað. Já. Það er þetta Ofvirkur á þessu 2 er timeless. Það er bara svoleiðis, en hérna kemur mitt bíið. Bestskipti, mega er Björnarnel. Já. Og þá er hann ekki að fylgjast með hann kemur svolítið í safe stöðu. No-brain með 2 áður en hann fellur, það er allt í lagi en það er ekki nógu gott því að Ofvirkur fellur og reynir að koma sér strax í þetta, hatt ekki hugmyndina. Bara eina sem að var í stuðin ef hann alltaf að vinna rándið í raun. Einmitt, bara á meðan að það er chaos að reyna að snúa því á þinn veg en Saga er konum með núna ránd númer 10 sem ég er búinn að spotta hann. Run. Þetta er svolítið svo leiðis. Þeir eru báðið með sömu hugmyndina. Ég elska þetta. Já, þeir fundu, þetta er mjög góð leið áfram fyrir það. Þú dodgear bara óla Ofvirk og... Já, er það ekki bra? Ég veit ekki hvað triggeraði, ég spottaði ekki almennilega hvað triggeraði þetta move hjá þeim. Kannski var það bara planið. Já, að fara, þú veist, svona hratt út miðju og bara upp, sko. Það er alveg spurning hvort það hafi bara verið planið upprunalega. Ég veit ekki hvort eða hvort það hafi verið eitthvað sérstakur trigger, hvort það vappi hafi skotið á A eða eitthvað, sko. Það var ekki kill allavega. Það er rétt sér. Það var hvort það hafi verið bara, herru, núna, einhver hafi fundið bara fyrir einhvers konar, sem þetta er oft. Maður er alveg vanur því að sjá þá taka shortið áður en þeir gera þetta. En af einhverju ástæðu þá bara instantly fóru þeir út í þér. Gæti verið call bara. Gæti alveg verið call. Gæti verið einfaldara en... Gæti að fengja þetta sem í fer inn og hann klárar allavega mjög margir lagur. Og sýnir það hérna Ofvirkur heldur áfram að vera skadlegur líka til á honum og núna bomban mun fara niður en þetta er ekkert örugt. Þetta er ekkert örugt fyrir þá. Nei, þetta er mjög erfitt samt. Þeir eru allir að koma sama stað þegar eiga ekkert til þeir þurfa að hoppa í mýgrændirinn og... Já, samt einum. Plastið er... No way! No way! Það var heimur. Það var heimur. Hann náði að skjóta 2 skotum hann áður en hann dó, sko. Það var heimur. Og sá hausinn líka. Þetta var bara svona... Ég held þetta væri haus þegar það snýri sig við þarna og skaut í bak. Já, 11 ránd fyrir sögu. Þetta, já, 6-6 var fyrir hálfleikunum Saga bara búin að vinna allt síðan þá. Núna hlýtur Ofvirkur að vera neitt til þess að fara miðju. Eða ekki? Hann fer ekki miðju. Hann er búinn að vera hann allavega er á réttum stað, það má segja það út frá kollinu, en bara er allavega út, yes sir. Þá er Ofvirkur á réttum stað, en hann er einnar. Búið að fella hans leikmenn áður en að þetta gerist. Og þetta lítur allt út fyrir að vera 12. rándið nema að No-brain og Blastir geti gert eitthvað hérna, en þetta vera rosalega ólíklegt. No-brain finnir 1 kill, en það er bara ekki nóg. Blastir í hinum inn á kortinu
og það bara aldrei að fara að vera retake held ég. Já, þetta var eiginlega smá doom to fail hann hjá Bakkus. Þetta var ekki gott long take hjá þeim. Ég sá ekki hvort það voru grenur en það var allavega engin molli í long lobbyinu. Nei. Þannig að þeir voru í raun og bara að stóla á þessi 2 flöss frá Ofvirk til þess að taka á móti þessu en. Einmitt. Ofvirkur áttu aldrei að vera gæðin sem að þurfti að gera allt þarna. Já. Hinir 2 rifflarnir áttu að minnstakosti taka treytið ef eitthvað en. Það líka, hann er að fara í aðeins dýpri flöss. Hann fer, í staðan fyrir að vera á horninu, þá fer hann ofan á bílinn og tekur flössin sem að lenda fyrir ofan. En vandamálið við þau flöss er að þú þarf að fara lengra, þannig að það tekur lengri tíma fyrir það að kasta þeim. Þannig að ef að terrornir eru að hoppa svona hratt út, þeir eru komnir svo langt út áður en flössin koma. Vá. Og það er líka saga ekki að taka hot smoke, þú veist, kannski virkar þetta ef að hot smokerinn því að þá þurfa þær að fara í svona sveig. Einmitt. En engin hot smoker, þú veist, það var gæi komin bláa, hann gat verið anti-blast, það var gæi komin beint fyrir framan á sem var bjórið plássið og tók crosshairna í burtu og annar sem var nálægt gryfjunni, þetta var eiginlega bara dúmt frá byrjun sko. Já, ok, þeir hafa verið að double-græna ekki Já. En engin molli. Engin molli. Það skipti þá allavega engin, þrýstingur frá sögu en þeir eru núna búin að finna 1 leikmann á B og nú bara 1 leikmann eftir og serðu þá kemur splittið á sama tíma. Þetta er allt á senni. Mollin kemur á góðum tíma hjá Blaster, hann sundrar á aðeins í sundrarna. Oh my god, hvað er þetta? Við erum í Mario hérna, þetta er ADHD núna einhvern veginn einn eftir. Ég held þetta væri bara solid round fyrir sögu. 2 tökkarna dugur ekki til, það er veggur á milli og þeir fara með doppelhopp yfir næsta. Skiptir þarna rétt í lokin. Það vantaði, ég veit ekki alveg hvað gerist þarna af því að það var engin hurðasmók. Nei. Þannig að ég veit ekki hvort þeir voru bara náðu ekki að klíra almennilega því að það var ómikil pressa í gegnum hurðina eða hvað, því að ég sá ekki almennilega hvar hinir dóu. Ég sá auðvitað hvar Vissar dó og hann hoppaði ofan á hann, en ég veit ekki hvar hinir dó. Ég veit ekki hvort þær hafi svingað og dáið þannig eða hvað. Náðum ekki að spotta allt þarna. Hérna eru fröðurflössin frá horninu. Já. Akkur myndirðu taka hinn flössin frekar? Er það bara að þau blinda betur? Já, fara dýpra. Það er bara það. Já, það nær frekar fólki sem þú veist, í tunnelinu, á meðan hitt svona meira svingflöss bak við þig. Sér niður. Já. Sérstaklega og veistu, vá, dómar næstu ég búinn að loka á það þarna bara með því að tróða sér lengri. En það breytir engu máli, nú er bara Johnny eftir á hæðinni. Og þetta lítur allt út fyrir að vera loka sagan í kvöld. Yes sir, það er þannig að Saga endar á því að vinna þessa seríu. Sannfærandi? Nei, en samt sem áður þá taka þetta. Sannfærandi þegar þú tekur í burtu fyrsta mappið. Ef þú tekur í burtu fyrsta mappið og hendir því bara í ruslið sem að þeir ætla að gera líka. Líklegast. Tölum bara aldrei aftur trein. Þeir eru ruglað á það núna. En ég meina, svo byrja allir kaldir. Við höfum allir verið þarna. Byrja kaldir og ég meina, ég segi það bara við bæðiliðin. Bæðiliðin litu betur út núna. Já, ekki svo mikið fyrir Bakkus. Já, algjörlega. Ekki svo mikið fyrir Bakkus, en ég meina við vissum þetta. Þú sagðir að þeir eru ekki eins snirtilegir og eru ekki eins búin að spila lengi saman þar sem að þeir geta verið með heilu blaðsíðurnar af einhverjum ströttum eða executum út af því að þeir eru bara að prófa sig áfram. Já. Þannig að þeir eru kannski ekki tilbúinir að svara sögu eins mikið þegar það fór í 3. mapp, en samt sem áður, þeir voru með Blaster. Þetta var sterkur leikur þarna sem við sáum í trein og geðveikur treinleikur. En umræðan í þessu leik, hún er kannski frekar á, hvað, ég var að segja skún eða? Já, skún var svona fór svona smá undir radarinn. Eiginlega, ég ætla að var svona eiginlega fókusaður á ofvirk, en skún var alveg, það var bara komið með ásam kill, sko. Meiri segja sá, ég heldur líka að Birnir hafi verið eitthvað rosalega ofalega, sko. Já. En þetta, sko, nú finnst mér erfitt að spyrja út af því að ég veit ekki hvort að ég geti svarað þessu. Hver þarf að fá MVP fyrir þessa leikisýri? Það við erum vantilega að tala um sögumenn, sko. Ég ætla að gefa Blaster honorable mention. Honorable mention, já. Þetta er ekki að það sko. Það er mjög erfitt að segja, sko. Þetta var svolítið bara rúst í Nuke. Það var ekkert eitthvað yfirgnæfandi, þannig að maður þarf eiginlega að fókusa á dustið
myndi ég segja. Já, ég er sammála þar. Það er svona deciding dæmið, sko, svona útkljáður milli spilarana, ef þú veist hvað ég meina. Þannig að ég veit það ekki, ætli það sé ekki annarkvort Skún eða Birnir. Ég veit ekki hversu ofalega Birnir var. Nei, að því að Skún ef við setjum bara Birnir maður, gefum Birnir þetta maður. Fyrir ekki að þið kallaði Skún Börnir er eitthvað fyrir mörgum brjálaður. árum, það er Birnir núna, sko. Varst þú gæinn sem að staða alltaf Burner? Ekki segja þetta, ekki hér. Það var ekkert alltaf Börnir, en ég var gæinn sem að sagði Börnir. Já, það var 100% ég. Ég man að við vorum að djóka með það. Já, ég man alveg eftir því, sko. Já. Ég satt þarna. Ég fekk alveg finna fyrir því, sko. Ég hef gert þetta við marga leikmenn. Ég ætla ekki að fara að nefna öll nöfnin hérna, af því að ég nefni örugglega vitlaust. Já. En já, MVP-in þá kannski fyrir við það. Myndu ekki bara segja á Birnir eða Skún, það er annað. Já, þetta var voðalega svona... Ég er nefnilega, að því sko ég næ ekki að horfa á þennan leik, Dust 2, og segja hver endilega var game changer í þessu leik. Nei. Þá þyrfti ég að fara tilbaka, sko. Já, þú þarft líka, þetta þarf að vera aðeins meira close leikur til þess að þú sért með eitthvað game changer, sko. Já, einmitt. Það veist. Þetta var bara vel spilað og maður sá alveg í nokkrum rondum hjá Sögu að þeir voru að spila vel saman, þú veist, þeir voru að flassa fyrir hvern annan og það var stutt í næsta mann í hvers skipti sem þeir fengu kontakt. Þú veist, þeir voru með setupin sín sérstaklega early CT-hálfleik hjá sér sem að gjörsamlega bara steamrollaði momentuminu þeirra í hag. Þú veist, þegar þeir díla við longpoppið og svo beint eftir það í næsta kornándi díla þeir við mid-to-beið. Þannig að, þú veist, þetta var einkennist meira af því, myndi ég að segja, heldur en einhverju star poweri, sko. Já, þetta var eiginlega bara, já, ég er eiginlega sammála. Saga voru MVP. Saga MVP í kvöld. Það er gott cop-out. Eða það? Svar ef maður veit ekki hvað maður á að segja. Nei, eiginlega ekki heldur. En ég ætla að henda Birnir, ég ætla að segja rétt Birnir, gefum honum bara MVP til að gefa ykkur það í kvöld. En já, ok, Saga, þeir allavega setja sig ofar í stigatöfluna. Ég veit ekki hvort ég getur fengið stigatöfluna kannski bara upp, er það eitthvað hægt eða? Pressa á production núna. Já, engin pressa, stigatöflastrákar. Ég væri til í að sjá hvar við stöndum og við náttúrulega erum bara að sjá náttúrulega Bakkus og Sögu, þeir eru einu tveir, ég var að heyra það, ég er ekkert með upp. En þú veist, breytingin er náttúrulega bara það að Saga unnu Bakkus. Þannig að þú veist, við erum bara að horfa á Já, ég enda veit ekkert hvernig hinleikurinn fór, það var auðvitað Neisti á móti Veka líka í gangi. Voru þeir líka núna? Já. Ok. Þannig ég held að þeir voru ekki búin að færa hann. Sko, ég myndi segja, já, hlýtur að vera að Veka hafi tekið hann, sko, en við erum búin að sjá það allavega öll kvöld sem að ég er að sýna ykkur að leiki að þá er eitthvað neginn, þá hefur bara búið að vera upset eftir upsets. Maður sjá hérna, fyrir framan okkur. Saga eru þá garanteraðir í 5. sæti núna með 4 stig og Bakkus á engu, svo eru, já. Já, eins og maður mætti búa sig kannski. Já, ég myndi segja það. En svona fangur til að maður setur leikinn í gang hjá okkur. En alright, þá erum við komið svona grófa hugmyndu hvað, sko, getur Saga farið alla leið upp núna í topp 4? Þeir eru ekkert á topp 4, en hvað þurfa þeir að gera til að komast áfram í úrslitin? Hvernig format erum við með, nú langar mér að spyrja þig fyrir úrslit? Hvernig virkar? Er þetta topp 4 sem að komast áfram? Þetta er topp 6. Topp 6. Það er fyrstu 2 liðin komast, þau skipa einn Þetta er semis, þetta er eins og ESL með, já. Já, þannig að þeir fara beint í semis og svo ertu með 3 á móti 6 og 4 á móti 5 og vinnarar fara þá áfram í næsta. Þetta var on the spot og ég kann að meta á Exli að hafa verið með að tilbúið. Þetta er mitt format, þannig ég ætti að geta útskýrt það. Ég fíla þetta format út af því að þetta býður upp á, ég meina, þetta er ekki alveg eins tróðið schedule, en... Já, þetta hleypir fleiri liðum inn í úrslitakeppnina. Akkurat, já. Því að það er alveg, þú veist, maður þekkir alveg í gamla daga þegar maður var með Seven, skilur til dæmis, í riðlunum. Þegar Seven voru, þú veist, þeir voru ekkert að vakna fyrir einhverja group stage leiki. Svo svona rétt svo slefa þeir inn í úrslitin og vinna, skilur. Já, einmitt. Þannig að það þurfti bara svona, þetta ekstra, við erum í úrslitum núna. Já, þetta er allt öðruvísi, sko. Þetta er svona eins og Saga tapa mappi, strákar, við vakna núna. Já. En, ég held að við getum bara sett okkur í,
söguna sem að verður sagt við okkur í kvöld árum við fram að sofa. Hún þannig að já, við ætlum að bara loka þessu kvöldi. Þetta var 5. umferðin. Ég þakka kærlega fyrir ykkur að hafa hort með okkur í allt kvöld. Við sjáumst aftur í næstu viku þegar að 7. umferðin heldur áfram. Það verður þá Tommi og Óli sem að taka við ykkur á þriðjudaginn. Við erum át í bili, sjáumst aftur á fimmtudaginn.